Já, komið þið sæl og blessuð og verið velkomin hérna í úrslit vormóts ljósleiðarans. Við erum í arena eins og við erum búin að vera allt mótið en í þetta skipti þá eru liðin með okkur hér. Ólafur Hrafn Steinarsson heiti ég og er hér með ykkur ásamt Sigga Steipu. Velkomin, hvernig leggst dagurinn í þig? Herðum, það er stórleikur framöndan. Við erum búin að segja það eiginlega allt mótið að þetta er bara búið að vera að leikja serjur eftir leikja serjum og hvernig, sko, þetta náttúrulega segir sér sjálft. Þetta verða leikindi betri oftar en ekki, en þetta er búið að vera bara svona nákvæmlega eins og búist var við. Þetta er bara búið að vera meira og meira spennandi því sem að mótið fer lengra og við erum núna með Vega á mótið Þór og ég bara sé fyrir mér allt og góða leikja serju framöndan og ég veit eiginlega ekki hvað ég að segja. Ég bara stundum eru færri orð bara betra, sko. Já, það er svolítið þannig og ég myndi segja það sem við erum að horfa á hérna í þessum úrslitaleik eru bara hands down tvö bestu liðin í þessu móti. Ég var að fara yfir alla leikina hjá þessum liðum og það er 1-2-1 sería hjá Þór og það er 1-2-1 sería í undanúrsliturum hjá Vega. Restin var bara 2-0. Þetta er búið að vera svona dominant framistuður frá þessum tveimur liðum. Og verður virkilega gaman að sjá þau mætast hérna á eftir. Já, ég er að, sko, við fáum allavega að sjá þrjum upp, við vitum það, það er ekki flóknara, en svona án alls gríns, þá er ég að vonast þess að sjá að minnsta kosti 4 upp. Ég held að hvort liðið eigi hitt liðið bara svona auðvelt. Já. Ég finn ekki rétt orðið, en já, ég sé ekki fyrir mér 3-0 frá hvoru liði. Ég gera það ekki. Ekki með hvernig mótið er búið að vera. Þetta er búið að vera jafnt eins og sagðir 2-1 þarna beggja megin. Þetta eru, já, 2 bestu liðin fyrir framan okkur og bara við gætum ekki beðið betri leik held ég, sko. Nei, og ég held að það sé bara algjörlega rétt hjá þér og ég er búin að vera að skoða aðeins í gegnum bönnin og þess aftur líka og það er rétt að minnast á það. Við erum að tala best of 5 finals hérna í kvöld. Þetta er ekki best of 3, þetta er best of 5. Það þýðir að hvort liðið fær í rauninni bara að banna 1 map og svo velja þau 2. Og svo er síðasta mappi sem er eftir, það verður Deciderinn og þetta ætti að vera ansið skemmtilegt mappúl og þetta þýðir að liðin munu þurfa að spila með upp sem eru kannski ekki uppáldi hjá þeim og það býður upp á þessar lengri serjur. Það er alltaf, sko, best of 3 er náttúrulega bara, það er svona hvernig leikinir eru nánast alltaf hjá okkur. Svo erum við með þessar best of 5 sem hendir í þetta, hvor liðið er með snirtileg leik bara alla leið frá A til Ö, út af því að nú breytist það mappúli, nú þarftu að huga að þessu 4. mappi sem að mun koma inn, ertu með það tilbúið, eru óvinnuliðin að fara að nýta sér það og henda kannski í eitthvað pekks og bjóst ekki við líka. Nákvæmlega. Og svo hvernig röðin er á möppunum, hún gerbreytist líka oftast. Já, og bara að fá 3 góð möpp í byrjun til dæmis fyrir þitt lið því þá getur lokað seríunni 3-0 og þá skiptir máli að velja möppin í réttri röð og það skiptir máli að vera með nóg úttalt og orku en vormót ljósleiðarans er meðal annars sponsorað af Red Bull og svona til þess að byrja að þá ætlum við að áður en að við hoppum yfir hérna í setið sem við erum með 2 fulltrúa úr liðunum sem við munum taka stutt viðtal við þá ætlum við að taka smá svona taste test. Það var nefnilega að koma, við þurfum að standa hérna fyrir aftan svo við sjáum ekki og ég ætla að opinbera sko í hvaða röð þetta er fyrir áhorfendur heima en það var að koma út nýtt bragð og það er ekki þessi bleiki er náttúrulega mjög góður, hann var svolítið svona sætur fyrir mig sko samt. Það er þessi hérna sem er greipaldin og Woodruff og núna veit ég ekki hvað Woodruff er. Ekki heldur, ég bara, sko... Það hljómar eins og þeir hafi svona bara sópað einhverju af gólfinu á skóginum, jörðinu á skóginum og svona smá Woodruff með. Eflaust verið samt eitthvað geggjað í þessu. Þannig að, sko, ég er pínu smeykur núna, út af því að það gæti verið hvað sem er hérna fyrir fram mig, sko. Það gæti verið, sko. Þetta er svona hálfgjör óþægilegt. Þetta verður onni hot, sko. Já, ég er að segja það, þú veist, ég veit að það er ekkert svona gimmick, en ég veit ekkert hvort það sé verið að stríða með heldur, sko. Nei, en, sko, markmiðið okkar er að finna nýja bragðið og það eru bónustig ef við getum sagt hvaða brauð eru annars þar. Sko, ég hef smakkað 2 Red Bull, það er einmitt þessi hérna bleiki líka og svo bara klassíski, reyndar líka sykurlausi og ekki, sko, en ég... Sko, við skulum byrja, hérna, þú mátt taka fyrsta sopan, ég væntanlega að velja rör, og prófum þetta. Nú ætla ég að prófa. Þetta var ekki venjulegi, ég get sagt það, þetta er ekki venjulegi drykkurinn.
Eða hvað? Eða sko, Þetta er orginal, sko. Þetta er orginal alla leið, sko. þá er þetta sigurlaus. Nei, Ekki? þetta er orginal með sigri. Það er mitt gisk. Tökum næsta. Tökum næsta. Ok. Þú segir þetta er sigurlaus. Orginal. Ég er 100% á því. Ok. Mér fannst hann ekki það sætur. Ég drekk ekki mikið sigraðan drikki, sko. Það er erfitt að reyna að sjá ekki skjáin heldur. Þetta, herðu, þessi er bragðmikill, sko. Þetta er, veistu, ég held að þetta sé hann, bara út að ég hef ekki smakkað þetta bragður. Og Ég held að þetta sé guli. ég hef ekki smakkað. Nei, blái. Þetta er blái. Það er blátt bragð af þessu. Finnst þið ekki smá bragð þessu blátt? Þetta er þessi, sko. Ég held að. Það er eitthvað svona það er eitthvað greið bragð af þessu. Ég held sér 100% á því, sko. Ok, þú var the honors af nummer 3. The honors, alright. Búin að við fáum eitthvað kvart að við verðum báða veikir, sko. Heru, þetta er líka, ok, þetta er bleiki. Þá, sko, mitt gísk. Þetta bragðast eins og gulur, sko. Ég hef ekki smakkað gula, ég má ekki dæma Þetta bragðast eins og liturinn gulur. Já, þú meina það bara. Þú veist, það er bara mitt gisk, sko. Sko, ef ég þarf að gíska frá bara svona, ég held að við séum með sigurlausa Red Bull, Grape, bleika og þá býst ég við að síðasti sé venjulegi. Smakkaði. Smakkan. Þá kemur eitthvað sjokkur núna, sko. Sko, ég held að ég sé með það 100% rétt, sko. Heyrðu, ég er með þetta 100% rétt núna. Þetta er Grape. Nei. Allan daginn Grape. Þetta bragðast eins og Grape góðstrykkurinn, sko. Ég veit ekki hvað að gera, sko. Ok, nei, hvað ætlaðu þú að segja? Sko, ég ætla að segja upprunalega sigurlausi. Nú er ég sammála því að þetta sé venjulegi. Já. Ég ætla að segja þá þetta sé sigurlausi. Mér fannst hann bara vera eins bara vægari. Grape og bleiki. Það er mitt lokagísk. Ok. Ég er ekki rétt fyrir mér, ég finna það. Er tilbúin að? Já. Mitt var venjulegur, blár, gulur, Grape. Ok, bringið. Oh my god. Ég er mega pepp nú, sko. Heyrðu, býtu, venjulegur, það er rétt. Það er ekki það sem rétt hjá mér. Ég sagði blár, það var bleiki, sko. Bleiki bragðast og blár. Já. En svo ég er gulur, ég held að það veri gulur. En ég gat Grape rétt. Ég var ekki, sko, ég veit ekki hvað ég held að þetta væri bleiki. Já. Nú sjá hinn ekkert hvað við erum að tala, sko, en ég var viss að þetta væri, sko, já, ég var með þetta allt vitlaust hjá mér. Já, það er bara hannig. Flóktara. En hvernig fannst þér nýi? Góður. Mér sé bara, má ég sjá hann, ég ætla bara að stela hann minna. Sko. Þetta er ekki partur af sjóinu. Nei, en þú mátt taka hann. Sko, hann bragðast öðru sem þú ert með. Nákvæmlega. Jú, herri. Þú mátt fá hina. Má ég fá hina? Ok. Þetta er minn. Herði, já, þetta var skemmtilegt. Herði, við ætlum að hoppa yfir í viðtöl. Á meðan ég færi mig yfir í settið þá ætlum við að fara í snöggan holdskrin hérna. En við sjáumst aftur eftir 2 sekúndur. Bara 2. Já, og þá erum við komin aftur. Ég er hérna með vírus með mér í settinu. Þú yglar fyrir veka, eða ekki? Nei, það er Alli Serk. Er Alli Serk að ygla fyrir ykkur? Já, hann er inn og sko, tekur það að sér þegar hann kemur í lið og segir við okkur sko að hún langar að ygla. Bara, þú veist, hann hefur áhuga á því. Já. Og er þessi típa sem hefur sett mjög mikinn tíma í að fara yfir, þú veist, metaplays, smoka, takes og svo framvegis. Og hann vildi bara gera þetta. Hann er að koma úr lið þar sem hann var ekki í GL og þú veist, fannst örugglega að hann hafði eitthvað til þess brunns að bera. Já. Og bara hefur staðið sig mjög vel og rosa gott að hafa alla í þessu því þetta er hlutverk sem þetta er, þú veist, ef þú ert í GL þá er það að taka svolítið mikið frá, þú veist, leikniðinum. Já.
og hann samt einhvern veginn að balansa það, hann að fragga bara eins og Það er brjálaður maður, það sem ég ætlaði að segja, sko. Ég held að hann væri ekki að kalla af því að mér finnst hann hafa stigið upp í impactinu eftir að hann kom til ykkar. algjörlega og svo sem ég getum svo sem alveg sagt að við erum allir með rödd innan liðsins, það eru, þú veist, middrandkonin eru kannski svolítið við og dreif, Já. en hann alveg, þú veist, ég meina bara, þú veist, bara frá spóni, hvað við, svona, sirka hvað við ætlum að gera, Já. það er bara hann með, sko. Geggjað. Núna er þetta búið að vera ansi gott mót hjá ykkur, bara búin að tapa einu mappi á móti Ármanni hérna í undanúrslitum. Hvernig leggjast úrslitin í þig? Bara mjög vel, ég bara, þú veist, mér finnst bara fáránlega gaman að spila best of 5 seríu, ég hef ekki spilað best of 5 seríu bara, ég veit ekki hvenær það var senast, sko, og gaman að lenda á móti Þór, þú veist, sem eru bara, þú veist, bara geggjaði spilarar og ég held að þetta verði bara frábær sería, sko. Og svona, ef við segjum, hvað ert að horfa að sé sko lykillina sigri fyrir ykkur og er einhver sérstakir spilarar sem að þú ert hræddir við að geta átt stórleik Þórsmegin og svona jarða tilraunin ykkar til þess að hampa tillinu? Sko, allavega lykillina sigri í kvöld er einfallega bara orkustjórnin, þetta er best of 5 sería, það er bara drullu erfitt, skilur, þetta er bara, þú veist, andlega er þetta bara álag og ef við náum að stjórna orkun okkur þannig og vera bara á staðnum bara í gegnum alla leikina þá munum við vinna. Leikmenn hinum megin, ég get nefnt í raun og veru alla sem að geta stigið upp, skilur, en það er sama okkar megin, það geta allir stigið upp 8 stjörnuleiki. Við erum búin að sýna það hingað til í þessum móti að við erum, já þú veist, við eigum bara verið í þessum úrslitum, það er bara þannig. Það er bara þannig, það er allan þannig sem við erum búin að vera að spila. Og ég ætla ekkert að hafa þetta mikið lengra eða stutt í leik, þannig að ég ætla að fara að sleppa þér og leyfa þér að fara að undirbúa þig og við skiptum þér út fyrir Pandas sem ætlar að koma og spjalla við okkur hér frá Þór. Gerðu það ekki. Takk, gangið vel. Jæja, Ási. Halló. Pandas. Heyrist í mér? Háværi maðurinn. Já, það ætti að heyrast í þér. Þú hefur nú ekki oft þurft að spyrja þessari spurningu. Nei, kannski ekki. Hvað segirðu? Hvernig leggst í þér? Þetta er annar úrslitaleikurinn hérna á Íslandi á stuttum tíma með 2 mismunandi liðum. Já, sko ég er náttúrulega ég var eitthvað að reyna að taka þetta saman í gær. Ég held að það sé 11. úrslitaleikurinn minn í röð. Ok. Þannig ég hef ekki mistað úrslitaleik síðan ég komst í finals á kuppnum 2022 eða eitthvað. Ok. Þannig að þetta er náttúrulega bara daglega stöffið fyrir mér, sko. Það er bara different day, different finals. Já, þú veist, mér er alveg sama mína 4, sko. Ég ætla í finals, sko. Ok, og erfið sería sem liggur fyrir framan ykkur, best of 5 í þetta skiptið á móti Vega búin að vera virkilega sterkir. Eru þið með bara sjálfstraustið í botni og eru þið 100% á því að þið séu að fara að klára þessa seríu? Já, þú veist, við erum alltaf með sjálfstraustið, við erum kannski ekki endilega með eitthvað map-pool, en við erum bara einhvern veginn svipa iffi í öllum uppunum að við verðum einhvern veginn að vera bara, já, einmitt, bara svolítið kokki og svolítið með þetta bara. Hvað er lykillinn að sigri fyrir ykkur í Þórsurum hérna í kvöld? Ekkert sérstakt, skilur, bara einhvern veginn að tilta ekki eins og þeir gerða á móti Sögu í stórmeistaramótinu í fyrra og bara og halda haus, sko. Bara halda haus? Ég held það, sko. Ef við eigum ekki mjög erfitt andlega þá held ég að við ættum alveg að fara létt með þetta. Núna höfum við svolítið talað það í útsendingum fram að þessari að þú sért svona stemmingsmaður oft í liðinu og getur rifið upp móralinn. Upplifir þú þitt hlutverk svolítið þannig að ert þú fremstur í flokki þegar Tilti fyrir að segja til sín? Já, þú veist, mér finnst alveg vera mikilvægt það sem maður gerir á serverdum og á Teamspeakinu. Þú veist, maður hefur náttúrulega verið að spila með rosalega stórum persónuleikum, ég bara Bjarni og Þorsteinn F. og Ráli, þetta er allt bara alveg brjálaði gæjar, sko, þannig að maður þarf aðeins að jafna þetta af alltaf og halda svona rest alltaf góðum og meðan þeir jafna sig, sko. Ok. Þú tiltar ekki? Sko, það er munur á að tilta og hætta að tala og svona, og þú veist, að berja í borðið er einhver glata gæi í singlaði, sko. Já. Ok, ein önnur spurning áður en ég sleppi þér, því við þurfum bara að hafa þetta tiltölulega stutt fyrir maður nálgast leikinn. Í seríunni á móti Ármanni, í Dust, þá er eitt moment þar sem að þeir eru að ríteka þeir eru 3-2 í rítekinu og þú hleypur svolítið langt á undan liðinu inn í gegnum smók. Já. Þú veist, við vorum svolítið að ræða þetta hérna, þú veist, hvort þetta hefði verið mistök eða hvort að þú hafi séð eitthvað sérstakt í mómentinu eða eitthvað svoleiðis. Er þetta, þú veist, þarna var Kano búinn að ná svolítið góðu rönni, skilurðu, og við vorum svolítið að velta því fyrir okkur hvort þið væri mögulega að tilta.
var þetta tilt eða var þetta bara, þú veist, þú að ætla að gera eitthvað stjörnuplay eða þú veist, hver var hugsunin þannig bakvið og megum við búast við meira svona fljótfærni, myndi ég segja, í kvöld? Nei, þú veist, voru bara ógeðslega lélegir, sko, þú veist, ég ætla bara að reyna að vera eins viltur og trilltur ég get þangað til að, þú veist, það hættir að virka og fer ég að spila alveg CS, ég kann alveg CS, en hann bara ógeðslega leiðilegur, þú veist, ég ætla ekki að reyna á mig á móti núbum, skilur, það bara aðstæðanlegt. Ok, þetta eru risastór orð hérna til þess að henda okkur inn í þessa Best of 5 seríu. Takk fyrir þetta, Pandas, sem ætlar ekki að reyna á sig á móti núbum. Ég ætla að færa mig yfir í setti við hliðin og Sigga og við sjáumst eftir þetta í nokkra sekundur. Já, verið velkomin aftur. Það úrslitin hér í vormótinu sem er með ykkur. Þetta voru frábær viðtöl 2. Kannski svona kom ekkert eitthvað rosalega mikið á óvart. Þetta svolítið svona í þá átt sem að við kannski bjuggumst við að ákveðnu leyti. Þór kannski ekki innstrillað, skipulagt, strategískt, taktist lið. Þetta meira svolítið að spila á einstaklingsgæðunum og stemmingunni. Og það kannski svolítið skein í gegn í þessum myndböndum í þessum viðtölum. Vírus rosalega yfirvegaður. Mér fannst áhugavert sko, já það sást líka á Vírus, þeir voru rosalega svona, hann talaði svona snirtilega bara svona, já við viti hvað maður búast við og þarna þó að hann segir að hann hafi ekki spilað marga best of 5 leiki undanfarið en hann veit út af hvað þetta snýst og það hárrétt hjá hann, þetta snýst út af það að halda orkunni út alla sérina því að þetta getur tekið lífi úr manni á svona löngum spöl. Já, og talandi að halda orkunni uppi, við skulum komast að í hvaða möppum þeir ætla að halda orkunni uppi og fá vídeóið hérna upp á skjá. En það tilbúið, þannig að það eru bara, hvað erum við að tala um? Það eru 7 mínútur í leik. Þetta bara að fara að gerast. Wow. Það þarf að færa skjalið sem hérna inn á skjá hjá mér svo ég sjái vídeóið. En svona fyrst við erum að tala um vídeóið þá veit ég það að Vega með permaban Anubis. Þeir eru búin að banna það í rauninni alltaf þegar þeir hafa þurft á því að halda nema móti liðum sem þeir vita pikka ekki Anubis. Og samkvæmt því sem að ég að horfa á hér að þá eru þeir mjög ánægðir að Þórsar að taka út Inferno af því að Inferno hitt permabannið hjá Vega. Þannig að málið. Þannig að þetta er bara ok. Þannig að Þór eru inni að taka út Inferno, Vega að taka út Anubis og það eru inni sko fyrstu 2 möppin Vega bannaði Anubis Inferno á móti Boys Don't Cry, Dusty, Fylki og Ármanni. Þannig að já, ok, þannig að það var alltaf að fara út skilði. Ancient það fyrsta pikki hérna fyrir framan okkur hjá Vega og þó að kannski það, já, þú segir eins og það fara fyrstu góðu pikki sem þeir vilja fara út. Það þýðir ekki endilega að þeir hafi unni vídeó, þetta snýst núna hvaða mappa röði fáum, sko. Dust 2 þar á eftir frá Þór og ég veit ekki, sko, Dust 2 verður bról. Mér finnst þetta geggja að það sé map nummer 2. Ancient ég segi ekki þetta, ég segi ekki þessi sama map, en mér finnst eins og Ancient kemur svolítið inn í mappbólið sem svona nýja default mappið, veistu hvað ég meina? Við hliðin á Dust 2 og Mirage þá það rosalega svona auðvelt að læra. Já. Það ekki of flókið svona fundamentals hvað þú þarft að gera til að ná map-kontrollinu. Þetta bara miðja, það eru 2 sæt og já, og við fáum hérna síðan trainleik auðvitað, það var á leiðinni. Já, það sem ég svolítið að horfa á hérna sko Þór eru búin að banna Ancient í nokkrum seríum. Meðal annars hérna á móti Dusty Junior, þeir bönnuðu Ancient á móti Hyper, þeir bönnuðu Ancient á móti Kano, það fyrsta bannið þeirra á móti Kano. Þannig að ef við hugsum þetta, að þá myndi ég segja að vídeóið eins og að stendur akkurat núna frábært fyrir Vega. Já. Því að Vega eru að permabanna Anubis Inferno, þeir fá bæði möppin út með bara 2 bönn. Þeir eru að pikka Ancient sem hitt mappið sem að Þór hafa verið að banna fyrir utan Inferno. Svo fá þeir Dust sem að Þór pikka, en við skulum halda því til haga að sko þeir eru búin að fara, Dust búin að vera decider einu sinni hjá þeim og svo eru þeir búin að pikka Dust 2 einu sinni, 2 svar, 3 svar
þrisvar sinnum í mótinu. Ok. Þannig að Já. Vega, og svo eru þeir búin að spila sko Decider Nuke einu sinni, tvisvar, þrisvar, 4 sinnum og pikka það einu sinni. Þannig að þessi 3 möpp eru bara möppin sem að Vega myndi vilja spila ef að þeir væru að stilla upp sinni eigin seríu. Það væri Ancient Dust 2 Nuke. Og í þessari röðu líka, þannig að þetta er rosalega Vega hallandi vító. Það er bara að segja það. Þór, sko, en hvar standa þeir í þessu vítói? Þetta er eflaust ekkit bara 3 lélum upp hjá þeim. Nei, alls ekki. Sko, ég held að Þór vilja ekkit endilega fara í Ancient, en við vitum alveg að þeir geta gert góða hluti í Ancient. Eins og bara í öllum möppum, ég meina, þetta er Þór, þetta er allt geggjaði spilarar og sérstaklega, þú veist, bara ef stemmingin fyrir gang hjá þeim, þá geta þeir unnið alla á hvaða mappi sem er. Þú heyrði það líka bara hjá Pandas að hvað bara... Ég ætla ekki að reyna á mig. Mér finnst það geggja. Það er náttúrulega líka bara ákveðið sálfræði hernaður sem bara fer í það að láta hitlið heyra þetta á leika byrja, sko. En við erum þá að tala það, ég myndi segja að þetta halli svolítið á Vega, en þú veist, það er alveg ástæða fyrir að Þór velur Dust 2. Veist, það er líka mappi sem þeir vilja spila, þeir hafa verið að spila það. Vega velur síðan Nuke, Þór taka Train, velja það í rauninni fram yfir Mirage og ástæðan fyrir því er að Mirage er búið að vera pikkað áður af Vega eða permabannað á móti. Okay. Þannig að Vega vilja líka eiginlega fara í Mirage. Þannig að þetta er svolítið, held ég, á Þórsurum akkurat núna, miðað við vítóið, að uppsetta Ancient veist, og vinna Dust 2 og þá eru þeir bara í bullandi, myndi ég segja, bara 50-50 séns hérna á að klára seríuna í Nuke. Þeir eiga mjög góðan séns í Train, Vega bara búin að fara í Train einu sinni held ég í mótinu. Hafa bannað Train líka, sérstaklega í upphæfi mót, spönduðu Train á móti sögu og hjólin á enska. Og hafa tekið hann Decider, tvísvar. Aldrei þurft að fara í samt þennan Decider. Þannig að Train gæti halla svolítið til Þórs og Mirage myndi ég segja halli svolítið smá Vega megin, en ég meina Mirage er bara Mirage, það er allir gæðið með 10 klukkutíma í síðast þarna og það kunna allir Mirage. Sko líka með þess að ef við varum að tala Train núna í fyrstu 2 möppunum, þá var ég að horfa svona á, snirtilega leik og svona, ok, hvað eru með nýtt hér, beggja megin í liðunum, en Train er 4. mappið inn í þessu púli. Og þá erum við, ef við förum þangað, þá erum við komin svolítið langt inn í seríuna þar sem að þetta mapp er svolítið nýtt og ég gæti trúað að þetta væri svolítið svona, herru, við erum að passa að gera ekki inn mistök líka því að þú ert orðinn þreyttur, þetta tekur á og eins og segi, þú veist, þetta mapp er það nýtt að þú getur ekki alveg verið með eins og segir Mirage, þar sem varst með 10.000 klukkutíma. Nei. Þú ert ekki með það í Train, þrátt fyrir að við séum búin að sjá þetta í mappúli áður, svolítið síðan þá, en Mirage búin að vera allan tíman. Sko ég horfi svolítið á þetta, ég held að það sem við séum að fara að horfa á hérna sé 5 leikja sería. Ég held að þetta fari í alla 5 leikina. Ég held að við séum að fara að fá overtime í Dust. Ég held að við séum að fara að fá overtime í Nuke. Og ég held að við gætum jöfnvel fengið overtime í Mirage. Já. Ég held að Vega eftir að vinna Ancient. Ég held að Þóri eftir að vinna Dust 2. Ég held að Vega eftir að vinna Nuke. Þóri eftir að vinna Train. Og Mirage á eftir að vera 50-50. Þú heldur að þetta fari bara nákvæmlega eins og vítóið, þannig séð svona favoras. Já. Ég held það. Ég held sko, eina sem að ég þori að bara skrifa í stein er Dust 2 hjá Þór. Ég held að Þór sé að pikka það fyrir stórar ástæðu. Vega mapp eða ekki, að við sáum þá spila hérna Dust 2 á móti Kano og þar einmitt hérna sáum við sko. Og þeir voru ekki einu sinni það snirtilegir í það skipti. Ég sagði nefna það einmitt þarna, voru bara að hoppa ekki og smóka, var eitthvað svona smá iffi, spila bara með bolta og já, akkurat. En ég held að sjá miklu snirtilegur leik hérna núna í kvöld út af því að já, þetta er best of 5, þetta eru úrslitin og ég held að þessi eru strákar. Ef það var allt sem við gerum í Dust 2 sem átti ekki að gera, virkum það át núna fyrir kvöldið. Já, þannig að ég er bara sko að horfa á það. Það eru 2 mínútur og leiki byrja. Þetta verður löng sería, þannig að ég ætla bara að ná mér í hérna einn Grape og Woodruff smakk Red Bull, skálum í honum og undirbúum okkur hérna fyrir langa seríu. Hver er þú, ef þú átt að gefa mér bara scoreline, hvernig fer þetta? Ég ætla að pressa það á þig, ég ætla að fá það út úr þér. Er þetta að fara að vera 3-0? Er þetta að fara að vera 3-1? Er þetta að fara að vera 3-2? Hvað heldur þú? Ég ætla að vera raunsýn og segja 4-1.
Nei, fyrir ekki hérna, hvað er ég að segja, 3-1 afsakið, Já. alveg út úr kortinu þarna. En já, ég held að verði 4 leikja. Ok. Ég held að náum ekki allavega 5. Ég held að það lið sem að tapar 2 fyrst muni svona hæja á sér. Ég held að muni vera, maður hefur séð þetta gerast í best of 5 seríum. Það er ekki alltaf það sem að við förum í öll 5 möppin og þegar það er út af því að bæði lið neita að tapa. Þannig að já, Það er bara heldur mjög góða punktir og það er svona spilar inn í þennan andlega styrk sem þú þarfst að hafa í 5 leikja seríum, bara að geta haldið fókus. Þannig að þú heldur 3-1 fyrir Þórsurum. 3-1 fyrir Þórsurum og það er gangandi út frá að það sem að Panda sagði var allt orðið rétt og hann meini það. Já. En hann verður að halda í orðið sín ef að það á að vera staðan. Já, þið heyrðu það hér, 3-1 er spáin hjá Sigga Steypu Þórsurum í vil. Ég held að þetta fari 3-2 fyrir Vega og ég held að við fáum allavega 1-2 overtimes á leiðinni. En þá fer að styttast í fyrsta leikinn hjá okkur og við getum farið að sigla til Suður Ameríku þar sem að Ancient er fyrsta mappið hér í kvöld. Það er skemmtilegt mapp. Þetta er mapp sem að ég held að ég strax eftir að setja svolítið tónin hvar við lendum. Við erum búin að sjá Vega spila Ancient áður, þeir spilaði mjög yfirvegað, mjög taktist. Þannig að ég get ekki beðið. Nei, sama ég og ég hef sagt það áður, ég ætla að ítreka aftur núna, ég held að miðjan verði bara lykillinn upp á að sem sagt, sýna bara snemma að þú eigir þetta map pick í rauninni, já, executin inn á bæði sætin, þau munu vera með mikilvæg en ég held að þetta muni snúast mest að miðjunni og það muni svona stýra hvernig leikurinn fer allavega. Já, við skulum komast að því hér og nú úrslita viðureign Þórs og Vega hér í vormóti ljósleiðarans er hafinn. Fyrsti leikur af mögulegum 5 hér í Ancient og það eru Þórsarar á vörninni, Vega á sókninni og Sörk er búinn að finna 1 headshot hér snemma á Tony. Heyrðum það líka frá okkar manni Vírus að Sörk er að sjá að stýra leiknum svona aðalega og það leggur mikið pressa á honum. Vírus allavega, hann heldur áfram að gera sem hann gerir best og það er bara að ryðjast í gegnum allt sem að kemur á mótunum. Peter hins vegar er pistolkonungur, við höfum séð það áður en við sjáum það ekki núna í fyrsta pistolinu í kvöld. Vega taka fyrsta rándið. Og risastórt ránd líka, missa ekki mann þarna á móti. Það er náttúrulega mjög stórt að halda þessum armor inn í næstu lotu, sérstaklega ef þú tekur engan skaða, þá er mjög ódýrt fyrir því að kaupa headarmor og sjáum það eru nokkur sem gátu gert það, þess vegna erum við að sjá 4 AKs koma út hérna í rándinu með 2 mjög góður vopnaðir á Vega hér og Þórsarar fara í full spar. Já, þannig að þeir eru búin að gera þetta strax og ekkert hendanunni gimmiki en þeir ætla að vera mjög heavy á aðeins og það er rétt að callið nema Vega sæki sér infóið. Það er Deathkick hérna fremstur, hann sér að hreinsa hérna, búast við einhverju frá þeim en mér sýnist hann vera bara að losa af sér utility. Já, hann ætlar að skjótast inn sennilega á undan öllum og ætlar ekki að láta fella það allt með sér. Þetta er rétta sætið en náður að halda þessu gangandi. Og þarna koma alla kúlurnar, allir lágir en þetta verður ekki til. 2 kill geta komið hérna í hús og þá ertu strax búin að gera nóg. En jú, ég segi það, hann er búin að gera nóg því að það gerist 1 team kill hérna. Þannig að Rex aðstofar hann við það. Sáttur með það en meira verður ekki úr þessu. Þetta var fullt spar þannig að við fáum núna fullt kaup. Já, full kaup hér hjá Þórsurum, 2-0 fyrir Vega og þá getur leikurinn hafist af alvöru, skulum segja. Loksins að fara að fá hérna kaup í kaup og sjáum úr hverju Þórsliðið er gert. Minnum fólk alltaf á það að þetta er best of 5, við eigum svo mikið af CS eftir að það hálfa að væri meir en helmingur. Mollin í 11 þarna feilar frá Þórsurum og Sörk getur þá haldið smá pressu uppi þar en það eru 3 leikmenn Þórs sem eru komnir út á miðjuna og halda þar en A-ið er opið eins og við höfum séð svo margt oft áður og Vega gera virkilega vel og lesa þetta. Sörk fellur á vísu þarna en A-sætið er fallið, bomban er að fara niður og það er allt smókað og þetta verður eitthvað yfirvegað og 5 manna retake hér hjá Þór. Það er hægt að þessu en þeir munu fara í þetta.
eru með betri byssurnar ef við horfum yfir allt borðið og 4 leikmenn líka spottaðir Dabbi og þar fara þær af stað. Þá Rítikki hafið, Deathkick með sennilega bestu og sterkustu stöðuna til að stöðva þetta en dugar ekki til, þeir koma inn nú bara 2 leikmenn eftir, Rex og Vírus og það er bara Vírus í Donut með þá af bombunni. Mollin fer út, Svegir, hann ætti að ná honum. Hann er að stikka þetta. Mollin fer ekki í hann. Hann er að spretta! Hann sprettaði, Vírus náði þessu! 3. rándi fyrir til Veka. Það voru 1,5 sekúnda eftir á deffinu þegar að Mollin breiddi úr sér og stoppaði til fjúsið. Þetta var líka bara, hann er að spretta, ég sver hann átti að gera það. Ég held að þeir hefðu verið heppnar en ég veit ekki hvað, en þetta var eitt af þessum sprettur sem að gerast bara á síðustu sekundu þegar búin að afskrifa. Ói, hvað þetta var leiðileg leið til að missa rondið af þeim þarna. Þú getur kallað þetta 1-4. Já, bara allan daginn og ég meina, það var Vírus sem tók 1-5 hérna daginn, þannig að greinilega vel hjá honum gerlegt að ná einhverjum sigur rándum upp úr engu og 3-0 staðan fyrir Veka og það er hálfkaup sem að fellur þá á Þórsarana. Ég var starandi á HP-ið hjá Pandas og ég var bara, af hverju er það ekki að fara niður? Já. Óli leit út eins og hann hefði hitt. Af hverju er það ekki að fara niður? Ég var á sama stað, ég á meiri sem farin að hugsa hvort að höndið hjá okkur var í rugli. Nei, þetta var eitt af þessu síðustu sekundu sprettin sem að geta gerst, þannig að hann hefur verið mjög heppinn með þetta. Dink hérna í gegn, Sörk tekinn niður í 7 og þarf eiginlega bara að láta þetta eiga sig. Rafli situr hérna í smókinum á miðjunni að halda henni bara ef eitthvað er. Hann er að fylgjast mikið með mappinu, sjáum það. Það er eitthvað info sem að hann býður eftir þar. Spurning hvort hann búist við Rex þannig alveg upp við, gerir það, nær fellunni, kemur þeim í yfirtölu en fellur síðan á móti Vírus með flott trade þarna. Sörk núna að klíra út A-main, hann á lítið líf og Panda sér framalega, fellir Sörk þarna. En á sama tíma þá eru þið bara búin að labba út B og þetta er þessum yfirvegaða nálgun sem við sjáum alltaf hjá Veka. Þeir svona kreista mappið allt saman eins og einhver kirkistanga þangað til þeir bara þrýstast í gegnum einhverja glufu og er allt í einu komnir með sæt. Ég held að þetta sé líka það sem að þeir sáu út frá síðasta leik með Þórsurum að þeir voru ekkert mikið að spá í A-sætinu. Þeir ætla klárlega að establisa það. Við erum ennþá til að nýta allt mappið. Þið þurfið að spá í öllu svæðinu. En þeir henda í A-sætin eiginlega bara mjög snemma í rondi, en það þarf að bíða, það er ennþá rondi í gangi en að Pandas er núna 1-2, hann á ennþá sjens en sjensin er ekki mikill. Já, þetta verður erfitt, hann þarf að reyna að einangra bardagana, hann þarf að klíra svo mörg hotn, þeir gætu verið ramp, þeir gætu verið í dark, þeir gætu verið inn í cave og að endingu þá bara giskar hann á vitlausa átt til þess að horfa á og er skotin í bakið. Þeir gefa honum líka ekkert auðvelt til að giska á með því að láta hann ekki vita af sér þarna eru 2 að svinga á sama tíma og gera það. Fella hann, 4. rándi fyrir Veka núna. Ekki góð kaup hjá hérna Veka en Þór. Nei, ásakið Þór en þeir ætla samt að fjárfesta í eitthvað. Við erum með 3 neitur hérna en þær fara í áttina að B neitinu. Já, hér yfir tengir ekki við neitt en það er inn á B. Vanger, hann fer samt með þessu. Þeir ættu að vita að þeir eru heavy hérna miðað við neitunar og hætti eiginlega bara við pushið út frá því. Það er búið að loka á það núna og það er þá bara í áttina að miðjunni, þurfa að dreifa sér aftur. Hvar eru hinir mennirnir? Við sjáum aftur, ef við horfum á minimappið upp í vinstra horninu akkurat núna A-sætið tómt eins og er. Við erum að horfa á Rafli að halda þarna aðeins. En Pandas gerir vel þarna, bara finna Vírus. Það er manna forskot hér hjá Þórsurum eins og er. Deathcake samt vilt spray þarna á Tony. En það er nóg. 3-3 og ennþá betri byssur hérna á Veka. Núna fyrir þetta samt að koma að þeim tímapunkti. Ef að Þórsar geta fundið eina fellu í viðbót þá byrja þeir að saxa á efnahæginn hjá Veka og það er það sem þeir gera þarna. Finna Rex. Sörk núna, hann er með þetta allt í hendi sér. Þarf að vera yfirvegaður og agaður það hvenær hann tekur í gikkin hérna. Hann er búinn að finna einn, en hann er ekki búinn að finna Peter að gera það núna loksins og þá veit Dabbi líka af því að það eru leikmenn að koma backline inn á B. Svingar upp rampinn, Sörk finnur Dabbi líka. Það er Rafli, 1-2. Leipur hérna í gegnum mólan ákveðin og þetta átt að hafa heyrst hérna. Ekki mál, Sörk heyri þetta, heldur línunni bara og þeir sækja 15 randi fyrir Veka. Vírus kom með 2 mólakill, 5 randinn. Já, en sko, ertu að sjá þetta samt? Sörk er 7-2 og að kalla. Já,
Það er nefnilega, það er annað, komur eiginlega óvart þegar hann nefndi það bara að hann væri að kalla, allavega svona væri að leiða að því. Já. Þó að hann hafi nefnt að já, þeir geta allir kallað, en hann vildi svona stýra herrferðinni og já, þá er það bara leggur ennþá meira repp ofan á hann að vera með þessi kills líka sko, því að þú nefndir það sjálfur að hann væri mjög stigahár. Já, og bara, þú veist, hefur svona gegnum tíðina verið þessi leikmaður sem að hann getur alltaf einhvern veginn treyst á, bara svona ákveðið akkeri, en er núna að breytast bara í einhvern stjörnu leikmann, bæði Ill og Fragger. En þetta ránd ekki að spilast eins og Vega hafði vonast, finna sjálf sig hérna 2 á 4. En við höfum nú séð ránd vinnast upp úr erfiðari stöðu með þetta. Já, og meira sé að erum við með þann leikmann hérna í, já, við erum með 2 bara, sko, leikmenn sem, við erum með svona 4 leikmenn sem ímynda mér að gera þetta, en það verður þá bara að koma eitthvað tímann að því, það er nóg eftir, við erum bara komin, já, 5 ránd inn í leik, eins og Vega með öll deathkick, hann er að fara sennilega að gefa þeim fyrsta rándi, það er ekkert sem hann getur gert hérna, þeir eru konur í mjög sterkar stöðu, Dabbi allavega tryggir þeim fyrsta rándið og já, það er geðveik myndavél sem við erum með það. Já. Það er ekki eitt props á stúdíóið fyrir að, já, bara lýsa Eitt stórt klapp hérna, þetta er flott, gaman að sjá þá. Þetta sýnir mjög mikið hvað Pandas var að segja með stemninguna og hún er alveg upp á 10 eins og sést hérna. Já, það var allavega, ég meina, kannski ef þau vissið að fagna ef þau væru að vinna 5. rándið. Já, ég veit það. Eitt fyrsta rándið getur ekki fara að henda lófum upp þá, sko. En þú sér hérna, Vega, þeir tapa einni lotu en eru strax komnir á spark. Það er því að Þór er búin að halda uppi þessum efnaðslega þrýsting. Pandas hendur hann á bolla, fylgir því eftir með grenu og stökkið er mjög gott. Sörk næst af Pandas en er bara á 15 HP, raflega búin að fella Vrex. Þá eru þeir hérna 3 á 4 eftir að Peter finnur vírus gegnum smókin. Bomban er ekki ennþá farin niður, ekki búin að gefast tími til þess. Og það er Deathkick. Hvar er Deathkick? Hann er í miðjunni að valda ákveðnu glundróða akkurat núna, en þá kemur Dabbi á leininu og finnur Deathkick. Vanker, hann er í vesinni, það er menn í Donut og menn á CT. Lurkar á lurkarinn þarna og Vanker, já, þeir vita hann er eitthvað á svæðinu, en hvar á svæðinu, hann þarf að reyna að finna og loka þetta í individual barda, missir akkurat tímisendinguna þarna og ætti að vera spottaður hér, reynir að ná Peter, en Peter gefur hann þetta ekki frítt. Þeir vilja bara herja á honum eins og segir, en hann er að ná að komast í burtu og þetta opnar möguleika á öllum mappinu ef hann ætlar að spila tíma. Hann allavega er ennþá á shift-takkanum, það veldur því að þeir þurfa að sýna áhuga á miðjunni hérna. Dabbi allavega sér það að halda miðjunni. Já, ég meina, með 30 sekundur eftir þá er ekki nægur tími fyrir hann til þess að fara T-spawn og skipta yfir á B nema hann þá hlaupi alla leiðina. Þannig að hann þarf að koma miðjuna og þeir gera vel þarna Peters. Hann er feldur líka og Vanker, hann veit að síðasti leikmann er að koma úr Donut og hann er sloppinn inn á B. 1 á 3 hér, læsturinn á A, einhvern veginn koma sér undan og er búin að setja þetta í 1 á móti 1 og bomban er að fara niður. Siggi, þvílíkt play hérna úr Vega strax í upphafi leiks. Veit að hann var með plantið, alveg örugt bara hann komist þarna fyrir hotn. Nú fyrst getur hann einbeitt sér að því að vinna rándið 1 á 3 en hann var alltaf að gíska alveg. Fær infóið, það er ekkert hér, þetta er gríðarlega gott hjá honum. Nú fyrst þrengist að honum, hann ætti að geta gíska á hvar leikmaðurinn er, en hvar er hann? Hann veit að hann er að koma einhvers staðar frá Tony, hann er bara að stikka. Vanker, hann er ekki að lesa það að Tony sé að stikka. Tony, bara myndi ég segja, stelur þessari lotu fyrir Þórsara. Vanker að gera allt rétt, en Tony sagði ekki í dag, kallið minn. Þetta var vel spilað á Tony. Ef við horfum á það að pressa var miklu meira á Vanker, myndi ég segja. Hann átti ekki að koma svona langt með þetta. Hann var lár, það var vitað. Stikkið var geggjað eiginlega, verð ég bara að segja. Hann er ekki búinn að klíra cave. Nei. Þannig að Vanker hefði alveg getað verið cave. En eiginlega á öllum öðrum stöðum þá þarf hann að láta sér heyra áður en hann challengea þig. Þannig að make a sense fyrir Tony að stikka það. Já. En Þórsarar eiga samt mjög mikið hróskilið fyrir þessa lotu af því að þeir mistu sætið. Og náðu samt að vinna sig tilbaka og náðu síðan að þvinga þau yfir á B og náðu að klötsa rándið í lokin. Plantið fyrir Vega samt, gefið þeim aðeins meiri peninginn í þetta ránd og þess vegna sjáum við þá hér á kaupi. Akkurat, ég ætla einmitt að nefna það. Bara þetta gerir til þess að þeir eigi
pening og til að henda eitthvað í utility, þetta litla plant sem hann að búa til þarna úr engu. En já, 4 á 4 núna, en kaupin hins vegar mikið sterkari á Þórsurum og þeir eru ekki öruggir peninglega séð sjálfir, þeir með ekki missa mikið meira í viðbót. Tóni sér að fækka höfuðum að það hinum einn, nú bara 3 eftir og það fer að hallast að þrengingu hérna bara hjá Þórsurum. Já, þeir eru bara búin að loka á þetta, smókur kemur bara versta tíma á miðunni sem þýðir að getur ekki verið neitt annar staður þar sem að Leo að fela sig. Það er Deathkick sem að fellur hérna, Peter sækir 3. rándi fyrir Þórsara og nokkuð samfærandi, góður peningur, nóg til að byssum yfir í næsta ránd. Já, ferðalangarnir að norðan hér búin að krækja í 3. lótuna sína og í þessari lótu þá virtist einhvern veginn allar tímasetningar bara vinna með Þórsurum. Það var stundum hann að tæft að það hefði getað farið að falla Veka megin og Veka fengi tækifæri að skjóta í eyrað á einhverjum en ekki gerðist það. Það vann allt með Þór og núna er munurinn bara 2 lótur. Við minnum samt á það að Veka að spila liðina sem á að standa sig verr í þessum hálfleik en eru hérna á Ígó búin að storma út miðjuna, búin að taka Rafle lágt niður en ekki búin að finna neina fellur. Mér finnst hálf magnað að Rafle nái að lifa þarna af, kemur sér rétt svo fyrir í burtu, það bjarga á honum. En pistolnar, þær eru búin að gera eitthvað skaða, vankar hérna með höfuð á Peter og nú 2 eftir, 1 eftir og náttúrulega engin tími til að gera gott úr þessu. Tóni hérna með síðustu 2 fellurnar, það kemur kaup en miðjan ekki alveg að virka fyrir Veka. Nei, búið að vera svona góð lokun hjá Þór á miðjunni, 4 lótur í röð núna fyrir Þórsara. En þá fáum við fullt kaup hér á Veka aftur. Það er engin sko vopnburður hérna undir væntingum. Það er eiginlega fullt belti á öllum af stöffi, flössum, mollum, grenum og smókum. Og það er allir með AK, þannig að þetta ránd er mikilvægt hér fyrir Veka og byrjar ekki vel. Sörk í ellinu, tekinn þarna af Pandas. Á sama tíma finnur Rafle Rex frá leininu, hoppar til glugga þarna. Vanker og að íta honum inn í cave en Vírus finnur Rafle sem að reyna að pússa þarna frá miðjunni upp í glugga. Með leinið ennþá en þurfa að loka miðjuna því að annars eru þeir bara alltaf að loka á þetta stefna. Tóni fellur hérna og þá fyrst opnast mappið og þeir þurfa að breyta til. Og Deathkick fer inn á besta tíma. Peter að lappar út í þetta og nú er komið infóið en líka bombu. Er það rétt sem er? Jep, hann er komið með bombuna og hann þarf að búast við einhver play hérna frá Vírus. Veita Vírus var síðast á miðjunni þannig að hann ætlar að halda rauða. Búin að líta frá því samt akkurat núna. Og þetta er erfitt. Vírus getur verið að koma frá svo mörgum stöðum en hann er að horfa akkurat inn bjarkan þegar Peter kíkir aftur 5-una og við sjáum þarna Peter ánægði með þetta 5-5. Það er allt í játnum hér eftir 10 lótur. Annars ég að segja að þetta hafi verið svolítið fritt fyrir hann að hafa fengið þarna akkurat tímasendinguna. Þetta er það sem getur gerst í þessu leik, leiðilegt en kemur fyrir báða aðeila. Já og þú veist, ef við horfum á bara hvernig Veka kom sér inn á þennan sæt, það var líka í gegnum góða tímasendingar. Jú. En núna vil ég samt benda á eitt. Þórsarar að spila miðjuna nákvæmlega eins og þeir gerðu á móti Kano. Já. Og við sáum það, Blikk fór bara á hausaveiðar frá leininu. Já. Og bjóst alltaf við þeim á leininu og Kano gerði svolítið úr því bara að fæta af leininu inn á miðjuna og hættu svolítið að kremja eins mikið inn í gegnum ellið. Þannig að ég fá hvort að við fáum þá breytingu hérna frá Veka í þessum síðustu 2 lótum. Minnstu kosti þá eru þeir mjög, já þetta er eiginlega bara að execute, það er ekki þetta að flækja það meira. Þeir eru komin hérna 3 búin að láta vita af sér en Rafle komin hérna til aðstoðar og það er bara létt þurrkun hérna. 2 eftir núna og þetta A-site gerir ekki gott. Nei, þarna voru Þórsarar með allar upplýsingar B-megin og þess vegna voru 3 leikmenn til staðar til að taka á móti þessari sókn. Virkaði smá óákveðnir eitthvað á Veka líka við að fara inn með þessu. Það var svona, eru að fara, eru ekki að fara, en mér fannst meira sko eins og það væri óákveðnir hvernig þeir ætlaðu að feika B. Þeir fengu bara ekki róteti frá A eins og þeir vildu. Þeir köstuðu þetta molla úr ellinu og stöffi inn á leinið.
þá sáum við hreyfinguna byrja að koma í Donut. Ef þeir hefðu executa 10 sekúndur seinna, þá hefðu þeir verið í frábæri stöðu. En þeir executa beint á playinu á lane, sem þýðir það að Þór hafði ekki einu svona tíma til að býta á agnið. Nei, það er rétt. Hvað er svarið núna hjá Vega? Sko, staðan 6-5. Staðan er 6-5. Þór voru 5-0. Það er nefnilega málið. Þeir eru konir í gang og ja, betra að seint en aldrei og Vega geta þeir skrapað þetta síðasta ránd eða ætla þeir að gefa Þórssonina. Þeir allavega gefa þeim miðjuna, segi ég. Það er alltaf tímasetning en í þetta skiptið er Rafli aftur með sínum manni Pandas. Þeir saman fá þetta Það er treytað upp rampinn og B-slætið er fallið hér. 2-2 og bomban er að fara niður. Deathcake búinn að ná í mikla fasteign á baklinnu, molla síðan Cave og flastar rampinn eitthvað stöf eftir það. Já, það er smókur og flast á Deathcake. Þeir vita af einu manni Cave. Búnir að finna Pandas á rampinum en Rafli finnur Deathcake í gegn! Á ekki til orð. Á ekki til orð. Þetta var eiginlega eina sem að heldur hann gangandi í þessu rándi þar hann fái þetta kill. Nú setur hann stykki á bombunni og ég trúi ekki að hann að reyna þetta en góð tilraun samt sem aðeins þetta skipti þá ætla þeir ekki að gefa diffusið og Sörk hann sækir 7. rándið fyrir þá. Ekki fallegasta rándið en við þykjum þetta strákar. Já, veistu, sko, Sörk var svona 3 skrefum frá því að vera á bara algjörlega versta stað fyrir það að Rafli ákvað að stikka þetta. Já, eiginlega. Hann er í raun og veru bara heppinn að hafa ekki fengið tíma til að taka þessi 2 auka skref sem hefðu leyft Rafli að klára deffið. Þetta var plantað á betri stað heldur en áðan. Já. Þannig að hann var með línu á bombuna alltaf frá 5-unni og hann hefur sennilega vitað það. En núna fáum við að sjá hvað Vega geta komið með hér á varnarhliðinni á sínum map-picki. Það er bara að strauja upp í, það er þeman sem við höfum verið að sjá hjá Þór. Það er mjög mikil ákveðni og Peter og Rafli 2 komni með opnuna hérna. Það er 3. fraggi hjá Rafli og Tony lokar á það. Ekkert mál. Þetta var mjög þórslegt. Þetta var mjög... Já. Það er bara, glokkurnar eru góðar, hlaupum bara á fætum. Allir slagir, bara... Þetta var ákveðið fyrir fyrsta pistolround í síðasta hálfleik. Það var bara... Ég meina, ég veit ekki hvort þú tókst einu sinni eftir því. En Sörk, hann fekk ekki einu sinni tíma til að henda flassinu sinni. Nei. Þú veist, hann var tökkaður inn í 5-unni þegar hann komnir bara á aftast á sætið áður en hann náði að kasta flassinu sinni. Þetta er líka sko, þetta gerist ef að þú býst við miklir virðingu. Þú þarft að fá hana fyrst og ég held að Vega séu kannski aðeins og snöggir á sig þar. Þeir eru með enga fjárfestingu yfir í þessum rándi þannig að við sjáum ekki mikið gerast hér nema eitthvað svona stakk Astralis klassísk Dabbi spreyja niður þristur hjá honum sáttu með hann en meira verður það ekki. Það er 1 kill hérna og það er á Dabbi en aftur rándi fyrir Þórsara og já, þetta er farið að verða svolítið slæmur leikur fyrir Vega verður ég bara að segja. Þeirra map-pick líka. Já, fá nú tækifæri til þess að kaupa upp á móti en við erum að horfa á kaupið og það eru 2 MP9 samt sem áður alveg $1,100 eftir á Rex. Ég segi slæmur leikur aðalega út af því að við erum ekki að horfa á 8-6 leik endilega. Við erum að horfa á 8 ronda comeback. Já, þannig að sko, miðað við 5-0 byrjun þá ættum við að búast við því að Vega væri meira yfir en þeir eru akkurat núna. Við ættum ekki að vera að búast við því að þeir eru undir en núna þá Pandas að strauja hérna út A og það bara virkar fyrir að vírus er fallið hér. Allt rótiti kemur og þá ætla þeir að fara B en þá spotta Vega það og þá kemur rótiti tilbaka. Þeir hljóta búast við því að sé einhver að halda rótitinu, það er Rafli. Mollin í 5-una gerir erfitt fyrir Sörk, hann tikkar í mollanum og Peter heldur. Spilur við þarna, en þetta ránd er eiginlega bara farið frá þeim. Þeir fá ekki neitt fritt hérna og byssurnar ekkert góðar. Það er erfið byrjun fyrir þá hérna í sitja helming og ég held að þetta bara stingað í spar, já. Það er eiginlega ekkert sem geta gert hérna nema bara bakka með þessa byssur. Deathcake, hann er með koltinn á sér og Rex hann sér að halda þessu róteti þannig að hann ætti að fá að komast í burtu lifandi. Þeir báðir meira að segja. Tony er ennþá með smoke sko.
Hann geti smókað eitthvað aftur núna, sko. Þetta var bara það mikið stöff eftir á Þórsurum þegar þeir fá þetta sæt þarna af því þeir þurfti ekki að stöffa neitt til að komast inn á það. Stendur bara Pandas hlaupandi út af og fengur bíðstandi fritt. Og hann líka gerir það með svona ákveðni eins og þeir séu bara, þetta er alltaf lega ef ég dey þá kemur hitt liðið eftir mér. Þetta er 100% það sem að Vega er að hugsa þarna. Getur ekki verið að þessi einn og gerir þetta bara. En þetta er nákvæmlega það sem að þeir voru með uppsett þarna miðað við staðsendingar að þetta átti bara að vera sala og já, Vega þeir biti á agnið. Það náttúrulega gerir líka svo mikið að Pandas nær entríinu. Já. Skilur, ef að Pandas fellur og það er ennþá maður inn á A, að þá þarft ekki að henda í rótiti strax. Þá getur hann sagt, hey, ég er góður, það er ekki fleiri að koma. Akkurat. En í staðinn, út af því að Pandas nær entríinu, þá byrja þeir allir að hreyfa sig. Bíðstættið er yfirgefið og Þórsarar náðu því frít. Þannig að myndi ég segja gott kall frá Þórsurum. Leku þarna vel á Vega. Meira að segja Sörk var ennþá, sá ég hérna á leininu ásakið hérna 5-munni. Hann var svolítið snöggur hann virtist vera svona vafasemi hjá honum. Já, en hann byrjaði að hlaupa tilbaka í strax. En hann var kominn það langt í burtu að það var ekkert annað í stöðunni nema retake og hanga á þessari stöðu. Við sjáum timeout hérna, það er meira verið að ræða þetta og ég býstu að það hafi verið Vega, ég sá að það var Vega. Það var Vega, kemur ekkert á óvart líka. Þetta er svolítið mikilvægt kaup fyrir þá út af því að enn og aftur, þá eru rándin búin að vera bara Þór. Það er eitt ránd sem að Vega taka hérna í lokin síðasta rándið en restin er bara búin að vera Þór og núna leggur mikil áherslu á peningin þau ætla að negla á miðjuna með þessar byssur og það gæti verið bara akkurat sem þau þurfa, þeir eiga byssurnar í það en ekki leikmennina. Þeir reyna að taka leinið Akristi þarna, þeir senda 2 út miðjuna og smóka ellið en gengur ekki fyrir þá, Rafli búinn að finna deathkick líka og þá er það 3 af 5 hér fyrir Vega. Kallið er komið að bakka úr B-inu, virðist vera svo að stefna sér sett á A-ið og það er þá Vangair sem getur gert rosalega mikið fyrir liðist í þennan læt svolítið heyra í sér! Tímasetningin á þessu droppi var ekki að vinna með honum, hann hefði getað beðið þarna uppi og fengið Pandas algjörlega án þess að vita að einhver væri þarna í bara hliðina. En óöfnin tímasetning þarna, Þórsarar að fara að komast í 10. lotuna sína og með Sörk fallin þá er engin voppunaður eiginlega til þess að spara heldur. Og þetta verður þá sparround sem ætti að hleypa Þór í 11 og bankinn á Þór því það að núna þurfa Vegamenn að strengja saman einhverjum 3 lotum ef að þeir ætla að ná að brjóta bankan hjá Þórsurum. Rex kaupir þetta strax MP9 og hvort sem að planið er að selja eða ekki þá horf ég á þetta sem svona hálfgerða tiltfaktor. Það bara það fyrst þú gerir bara ít á bæ, já það er kannski ekki planið en þetta er bara svona, mér langar bara að drepa þetta, skilur. Þetta er orðið leiðilegt, þetta er að fara fram úr ykkur, þeir eru með peningi næsta ránd, það er alltaf planið, virðist vera. Rex var að halda MP9 og hann er með armor, þannig að spurningum þessi að henda honum í eitthvað svona aggro play hérna, fylgist með honum á mappinu líka. Hann er einn með AF, sýnist mér, nei, ég er að ljúga, hann er hérna djúpt með Vangair ætlar að fara út frá þessu og það er gott play. Gekkja play, hann þarf að labba lengra, hann þarf að klíra undir glugga, og horfa niður fyrir því Vangair. Og Peter labbar eftir honum í gegnum smókin. Vangair var þarna með frábært tækifæri til þess að finna Rafli sem var beint undir glugga, hafði tíma og séns á að finna það fragg. Gerði það ekki og svo er hann tekinn af Peter sem að elda hann í gegnum smókarna. Rex er þá hér til að taka á móti pússinu á B. Það er búið að finna einn vírus úr Donut, finnur Rafli. Það er þá 3 á 3, þetta eru 2 sem svinga bara miðjuna. Þeir ætla núna allir að fara B. Deathkick kann að fá 1 frýtt hérna í rotatinu. 2 á 2 í þessu retaki og Deathkick ætla að geta fengið AK. Rex ennþá á MP9-unni. Þessi tímasetning hjá Rex gæti komið þeim á óvart. Þeir búið sennilega ekki við honum svona nálægt. Pandas algjörlega í einskismanns landi og þá er það bara Peter einn eftir í kirkjunni. Hann fer yfir á CT. Spurning hvort að Rex búist við honum þar. Hann er að deffa. Þannig að hann sé séður Deathkick með frábært skot! Finnur Peter þarna og tryggir Vega 7. lotuna sína. Þetta var ótrúlega vel spilað, ég veit ekki hvort þú tókst eftir í en málið er að Rex, hann heyrir í Peter fara alla leið í hotnið en þeir veit ekki hvor megin hann fer og hann segir að þeir eru 2 þarna, það vantilega einn að planta, þannig að Deathkick, þú getur drifið þig, þeir eru báðir hér hjá mér. Hann heldur infónu, lætur ekki vita sér, fær 1 frítt kill í bakið og
þeir hafa ekki hugmynd að þeir vita af Peter Nei. fyrirfram. Þannig að þetta var ótrúlega vel spilað hjá þeim. Ofan á það, Deathkick neglir hérna í höfuðið. Ég meina, ef hann hittir ekki þessu skoti Akkurat. og Rex fellur, Peter er að komast í cover, þá er þetta bara ránd mjög erfitt fyrir Vega. Nefnilega, þurfti líka að hitta skotinu, gerði það. Og Rex átti 17 HP. Hann er einkúla. Akkurat. Úff. Rólegir hjá Vega og það er líka kannski bara það sem þeir þurfa að gera. Þeir eru hérna fyrir ástæðu í úrslitaleik War Modes ljósleiðarans og þetta ætti ekki að vera neitt vesen. Smá potað í Rex þarna í gegnum Smoke í Cave, farið niður í 53 í líf. Dabbi með 52, hann er að halda þarna litlu hólunni og Sörk finnur hann þar. Það var einhver vasi þarna á kargobuksunum sem að sveika hann Dabbi. Núna er þetta í fyrsta skipti eiginlega allan setjahálfleikinn sem við sáum Vega í yfirtölu, snemma í rándinu. Já, og geta þeir unnið með því. Þetta er Rafli búinn að vera svo duglegur í þessu og þetta getur verið í annars sýnir þarna rétt í öklan á sér. Banker, hann spenntur fyrir því og sækist í það. Ég ætla bara að segja það, þetta var bara mikil heppni að Ég held að Rafli hafi akkurat verið að laga sig eitthvað til að það í hotninu. Á meðan. Þetta var ótrúlega vel spilað hjá honum. Geggja angulinni af Rex. Ekki oft sem við sjáum þetta spilað en Virkar. 10-8. Vega núna búin að finna 2 lotur hér í röð og ég talaði það að þeir þyrftu 3 í röð til þess að brjóta bankan hjá Þórsurum og það virðist vera að 2 í röð sé ekki nóg. Þeir þurfa þessa 3. Loss bónusinn samt farin að byggjast aðeins upp og það gæti alveg verið hálfkaup hérna í næstu lotu hjá Þór þó þeir tapi. Nú, það sem ég er að horfa núna eru Þórsarar. Þetta minnir svolítið á þegar að vera að kompakka á móti þeim. Þeir með ekki vera of góði með sig heldur núna og ég held að þetta sé fyrsta skiptið þar sem að þeir fá virðingu, Vegamenn, frá Þór og Þór ætla ekki að fara að gefa þetta frítt. Þeir nota allt utility til að hreinsa hérna keifið, til að ekki að láta fella sig auðveldlega. Þeir virðast vera bara búin að ákveða þetta verður B-sæt, þeir eru allir ennþá hérna og að meðan eru menn að sjá A-sætið, það verður að huga því líka. Já, Vírus er komin á vappan líka og Þórsarar eru ekki að gefa honum neina sjensa á að finna einhver ódýrar fellur hérna með vappanum. Núna fara að koma mollar og smókar hérna inn á B-ið. Þá kemur executið á punktu nr. 2. Tony, Dabbi, þeir finna stikkvot en Rex búinn að svara. Það er 3-3 eins og er. Vírus búinn að finna 1 vanker, tekur Tony mjög lágan. Og þá er Vírus með sjensinn hérna, hann er að skópa inn, hann takkar Dabbi í gegnum vegginn og báðir leikmenn Þórs eru lágir en þeir eru báðir öryggir hér inn í Cave. Hvaða stöff er eftir á Vega? Jú, það er smoke. Þeir geta smókað, Deathkick getur smókað Cave. Haldan sem það er nú sætt. Þeir búast ekki við Tony þar inni. Ætti að vita það núna samt sem áður. Smoke fyrir niður. Ó nei, Deathkick stikkar það, en er hann opinn? Nei, já! Hann er á svo skrítnum stað í deffinu og Tony getur ekki fundið hann! Þetta, veistu, props þarna, mér fannst að vera stórhættulegt stikk hjá hann, snýr bakið alveg upp við mjög algengan spamstað. Meiri segja, hefði ég búist við því að hafa svona lómann, en náttúrulega hann fer út af því að Vírus er fritt killarna fyrir hann og auðvitað náttúrulega á hann bara strauja út eftir því. Deathkick veit þetta, heldur bara stikkinu, hann er í smoke og hann er á ekki góðum spamstað miðað við staðsyngur sem hann var á síðan. Þannig að þeir taka hérna 9. rándið, rólegir, en efast að þeir hafi verið að, og Vanker springir smókin hana í rauða ási. Pandan að taka öllu sínu til að komast átt í gegnum Donut en Vírus mætir honum með stóra græna prikkið. Var þetta svona taka allt í sínar eigin hendur aftur? Nei, ég held að þetta hafi bara 100% verið planið, sko. Það bara, hann leit svo intens út þarna í kamerunni. Það var bara eins og maðurinn væri að juggla, sko, 4 boltum á sama tíma og hann var að reyna að koma sér í gegnum Donut þarna. Þessi gæi er að prófa nýja Red Bullinn sem við vorum að fá í hús og ef að þú vilt enda í,
úrslitum ljóslegarans þá það klárlega drykkurinn Hann fyrir þig. notar Red Bull í hófi og Í hófi. ekki ef þú ert undir 16 ára hættu þessu væli, þú þarft ekki orkudrykki. Byrja að fá Fyrir okkur- Já, þetta er fyrir okkur gamla fólk. Það er alveg eins og sko, byrjar að fá alvöru mat áður en að ferða að nota supplement sko. Það Já. er alltaf svoleið sko. Þetta er bara, ef þú ert undir 16 ára fá þér epli en ekki Red Bull. Og bara líkaminn er mjög góður í að búa til orku úr eplum. En ef þú ert yfir 16 ára, já bara, þú veist, þá ertu yfir aldursviðmiðinu fyrir Red Bull og þá máttu bara njóta. En Rex hérna búin að finna rafleg vírus, hann er með eitt frá að geiga síðan á seinna skotin á Dabbi, en Sörk finnur Dabbi, þá er það Death Kick. Alltaf er hann í klötsinu hér, fær sjensin, en Peter klárar þetta 11-9 og þetta round hefði Vega þurft að vinna af því að þetta hefði sett Þórsarana í spar. Peter hérna kom með 19 epli á sér og hann ætlar að ég veit ekki hvað að fara með þetta. Þeir eru farin að líta mjög vel út og ég held að þeir séu bara að fara að taka einsend. Ég verði eiginlega að segja það. Það var smá glittið þarna í að Vega væru komnir til að spila. Þetta er svolítið erfitt núna fyrir fram að þá. Death Kick, er hann að fara að gera þetta? Ég er ekki viss. Keypti hann vapp á hendunum? Ég trúi ekki. Það gæti alveg verið. Þeir eru að forsa þetta. Þeir verði eiginlega að gera það. Jú, Það þeir gæti alveg hleypt Þór í 12 og reynda að setja í framlengingu. En einmitt að þú sér það, þeir hafa séns á að vera með 2 rifla, vappa og 2 MP9. Ef að Þórsarar taka play á miðjunni núna sem feilar, þá er þetta mjög auðveldlega round hjá Vega. Það er bara 1900 lossbónus á Þór og þeir munu ekki eiga kaup í næsta. Þannig að þetta er annars séns til að setja Þór á spar. Já, og svona ef við horfum yfir kaupin hjá Vega, þá lítur þetta út fyrir að vera svolítið spilum utan vírus og ég segi það aðaláta því að hann er með fæstu utilityin og þú ert oft með flush og svoleiðis á manni eins og vírus til að aðstofa hina leikmennina þína. En þetta lætur mig halda að hann ætli að setja sig í eitthvað aggressivt play bara út af því að hann er með lítið á sér. Það er svona pure gísk, en ég væri til að sjá hann gera eitthvað út af því að við vitum að vírus getur verið mjög impactful með þetta prigg. Allan daginn, kíkjum aðeins á stiga línuna hér, Peter 19-11 eftir sín liði eftir á störfurnum, næst eftir Sörk 17-15. Bæði lið með fólk sem er að standa sig Death Kick, hann er framalega hérna að taka á móti pussi, finnur engan. Það er vírus hér, hann étur mollan, kemst ekki upp í kirkju og hann er fallinn Tony með 2 entry hér fyrir Þór. Og Rex og Sörk þá með 2 MP4 til varnar hér á móti 4 í rítekið á A. Það verður erfitt, það eru mörg horn að líta hér í þessu ríteki. Þeir eru að fara saman í gegnum kirkjuna. Dabbi fyrsti maður til varnar hér, fær kontakt á Sörk, sér hann þarna snemma, búinn að finna belluna, er treytaður. Rex núna 1 á 3 til þess að neita Þórsurum match point. Og ég held að hann sé bara búinn að neita að reyna þetta round, hann reynir að koma svona í burtu en það er búið að ákveða að það er ekki valmöguleiki. Þórsarar taka hann út hérna, Tony ásamt Nate sem kemur fljúandi í áttina á honum, sækir map pointi fyrir þá. Og já, lítur út fyrir að þeir hafi fyrsta roundið þegar þetta voru hálfgerð forsk kaup hérna hjá Vega. Þeir eru ekki með mikið pening yfir í síðasta round og við sjáum með 3 diglur. Það er utility en þeir þurfa sterkari byssur. Þetta er kraftaverk að þeir ná að gera eitthvað gott úr þessu. Já, og það er í raun og veru risavaxi hér ef að Þór ná að loka þessu fyrsta mappi að þeir sé að taka einsend í burtu, mapp-pickið frá Vega og permabannið sitt. Það er treyta hérna 1 á 1, Vanka með 1 á miðjunni, á sama tíma fellur Rex í cave. Sörk er með degluna nálægt innganginum í cave þarna. Þá beina Þórsarar athyglinni sinni að miðjunni, ætla að reyna að klíra hana út. Molly í rauðagám. En Peter er búinn að finna Sörk þarna sem reyndi eitthvað út frá leininu. Vírus að leitað einhver þar líka. Finnum samt ekki neitt. Ætti samt að vera með allar upplýsingar það að þessu allir á leiðinni A akkurat núna og jú, hann bakkar og heldur sér B-megin en það eru komnir 2 leikmenn. Vanker, hann er búinn að finna AK líka. Þannig að það er SMG en vá, þetta skotja pandast! Ha! Þessi maður eins og hann segir, hann er bara gersemið þjóðarinnar. Að hafa hennar mann fyrir fram á okkur og hann, já,
Það bara þannig. Já, hann vírus, hann reynir þetta en allt kemur fyrir ekki og Þórsarar vinna hér einsent, komnir 1-0 yfir í seríunni, vinna map-pickið hjá Vega, vinna permabannið sitt eiginlega í gegnum megnið af mótinu. Já. Þetta alveg risastór tíðindi fyrir seríuna. Já, ég var ekki búist til þessari byrjun. Það sem ég meina eiginlega frekar, ég var ekki búist til að hún færi svona langt þrátt fyrir hvernig Vega spiluðu. Mér fannst ótrúlegt að ná að klóra þetta tilbaka. Mér finnst ekki eins og þetta hafi verið 10 ránd sem að þeir skröpuðu saman á það, eða 9 ránd fyrir ekki afsakið. En þeir náttúrulega byrjuðu ágætlega fyrst, svo bara slapp allt frá þeim. Þórsarar kom bara, nú ætlum við að taka bara restina af ránduna. Var það 1 ránd sem þeir gáfu í lok helmings, en svo var bara ekkert meira. Nei, og frábær draumabyrjun í rauninni hjá Þór, taka map-pickið hjá Vega þarna í burtu, komast 1-0 yfir í seríunni. En við erum komið með góðan gest til okkar í settið. Það er Pandas sem situr og bíður eftir mér í sófanum. Ég ætla að færa mig yfir, þannig að við sjáumst eftir nokkrar sekúndur. Já, við erum komin aftur hér og það er Ási Pandas sem er mættur í sófan. Þetta var ekki tryhard? Nei, þetta var bara, þú veist, þetta gamla góða, sko. Gamla góða. Ok, ég verð samt að spyrja. Þið eru búin að banna einsent mjög oft. Já. Vega, þú veist, pikkar einsent þarna. Þið bannið Inferno sem er unni hitt permabannið hjá Vega. Bjuggustu við einsent-pickinu í fyrsta mappi? Já, þeir voru alltaf að fara að pikka einsent, sko. Og þetta er náttúrulega bara, ég held að það sé leikur númer 2 sem við spilum í eða eitthvað svoleiðis. Þetta hefur bara verið svolítið permabannið okkar, sko, en svona lið sem að eiga, þú veist, geta farið í inf, maður vil svona frekar heldur fara í einsent en inf. Já. En, þú veist, já, eins og ég segi, við erum með rosalega grunnt púl af möppum, sko. En þið letuð þetta virka og hvað var svona lykillinn að sigrinum í þessum leikjaður? Ég raunin ekki neitt, sko. Við vorum bara að spila okkar leik, sko, þú veist, og ef að þeir vinna ekki pistol og starta örlítið vel, skilur, þá er þetta, þú veist, hvað þeir byrja að vinna 5-0 eftir pistolvinni, þannig, þú veist, þetta er í rauninni 13-4 sigur ef að við vinnum pistol. Já. Ég er alltaf að spyrja ykkur, þeir eru 5-0 undir þegar þið bara byrjið að taka comeback og í rauninni lokið svolítið hálfleiknum, að enda á þessu 6-6 en þetta 7. ránd hjá Vega kemur seint í hálfleiknum. Já. Hvernig var stemmarinn? Var komið eitthvað stress í mannskapinn 5-0 undir eða voru allir bara með augun á endanýðstöðinni? Sko, en leiðu við vinnum ránd þá sjáum við bara okkur, þetta er bara, nú töpum við ekki öðru rándi, sko, ég byrja að öskra milli herbergja og bara, við erum ekkert að fara að tapa öðru rándi hérna, eftir að þeir fá að vinna pistol og fá fyrstu sneiðin á kökunni, sko, þá bara ætlum við að hámi okkur rest, sko, það er bara, það er ekkert annað í boði, sko. Ég skil þig. Entryð þitt þarna í lokin. Já. Var þetta fljúandi magtíða eða? Já, hún er bara 100% accurate, sko, hún bara tekur mökkun á loftinu. Þetta var helst, sko. Skítugt skot, sko. Það er, þú veist, hann þarf að flikka upp, ég þarf bara að skjóta hausinn, sko. Já. Og þú bara spilar, þetta er bara uppáldið þitt fljúandi magtíða fólk. Þetta er nú ekki, þú veist, þetta er ekki klippa, skilur, ég vona að setja þetta ekki á Facebook eitthvað, þetta er bara kill, sko. Með mökku alltaf í þessu leik, sko. Mér fannst þetta var, þeir voru 2 þarna að fara að taka á móti pússin ykkar og svo allt í einu kemur þú hoppandi yfir vegginn og bara einsta hausa mannin. Þetta er bara reynslan, sko. Þetta er bara reynslan. Já. Já, ok, þið eru búin að taka map-pickið, permabannið ykkar, map-pickið hjá Vega, núna er Dust 2 næst og svo Nuke eftir það. Já. Ertu að horfa á þetta bara sem 3-0 seríu upp úr þessu eða var þetta svona stærsta áhættan í ykkar huga eða hvernig nálgist þið restina seríunni? Já, þú veist, þetta er eitt af þessum svona creepy möppum, skilur, sem maður svona veit ekki hvað maður hefur þessi, kannski svona, þú veist, liðin sem er á þrepinu fyrir neðan er oft mjög drilluð í einhverju svona insent eða einhverju svoleiðis möppum, oft góði miras, þannig að þetta er svona, þetta er kannski eitt af þessum svona creepy möppum sem maður þarf vel að vinna, sko. Eitthvað annað mapp sem þú hefur áhyggjur af? Ekkert allavega næstunni í vídeóinu, það er kannski svona, þungin er aðeins, aftar, já, þetta er aðeins aftar svona þeirra styrkleiki þarna í vídeóinu, þannig að ég held að það hefur verið mjög mikilvægt fyrir þá að taka einsent, sko.
Já, ég sammála því að þegar ég horfði á vídeóið að þá eru rauninni fyrstu 3 möppin eru möppin sem að Vega vill spila. Ancient, Dust, Nuke. Dust og Nuke eru 2 möpp sem þið viljið spila. Já. Þannig að það að þið takið Ancient er ansi stórt fyrir restina af seríunni. Já, ég held að það væri ég held að þeir séu ekki sáttir allavega með að tapa Ancient, sko, en við þurfum náttúrulega líka að halda haus og vinna rest, sko. Já, það má ekki sleppa bensíngjöfinni eftir 1 leik, það er bara þannig. Nei, en restin ætti að vera þægilegri í rauninni, sko. Já, frábært, takk kærlega fyrir þetta Pandas, við óskum ykkur í Þór góðs gengis það sem eftir er af þessari seríu. Við ætlum að hoppa í örstnöggar auglýsingar en þegar við komum tilbaka þá undirbúa okkur fyrir leik 2. Það er nóg af CS eftir hér í Arena í dag. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Red Bull veitir vængi.
Já, verið velkomin aftur hér í vormót ljósleðarnas. Það eru úrslitin í gangi, það er best of 5 hér, milli Þór og Veka. Leikur nummer 1 er búinn, þá var mappið Ancient Map Pick hjá Veka og Þórsarar tóku það þokkalega sannfærandi og eins og bara Pandas nefnir, tapa 5 rándum í röð í byrjun fyrri hálfleiks, eru þar komnir 5-0 undir og þetta er í rauninni 13-4 ef þú mínusar þessi 5 ránd. Það sem ég segi, ég má búin að gleyma svolítið að þetta var svolítið langt síðan að þetta gerist í leiknum, sko, maður gleymdi svolítið svona hvernig leikurinn byrjaði en mann fannst aldrei eins og Veka væri eitthvað sterkir inn í þessu leiki. Þeir strengdu saman 2-3 rándum í seinni helming en það var aldrei, það var ekki eins og það var næstu eins og Þórsar svolítið svona gáðum líka, sko. Þetta var ekki of einföld ránd til þeim, sko. Mér fannst þeir bara byrja ógeðslega sterkt. Mér fannst eins og Þórsarar hefði bara ekki verið tilbúnir. Þeir bara svolítið valtað yfir á þessum rándum. Eitthvað sem er út úr karakter fyrir Þór, af því þeir eru bara með mjög góða gæði sem er mjög góður að taka á móti aggressunni, sérstaklega. Akkurat. Svo bara fundu þeir formúluna. Já. Og það var eins og Veka gat ekki adjustað. Restin af þeim hálfleik sjáum hann að glitta í smá góð plays á setja hliðinni inn á milli. Það var alveg nokkuð tæp round og þess áttar, en það var að gerast of oft. Þetta sem að mér finnst svolítið gerast reglulega í íslenska síðusnum er að þú ert að gefa of mikið early round. Að missa 1 leikmann, 4 af 5, já, þú ert á bakvættinum, en algjörlega gerlegt. Já. Þú missir 2, þá er roundið eiginlega bara búið. Já, sérstaklega ef að andstæðingurinn spilar það rétt, já. Af því að nú eru þið færri menn og það er svo, ef þú hefur tíma, þá getur þú svo mikið síja þessi lið frá hvort öðru. Því að þú vilt að ég mynd spreða vörninni ef það er hliðin sem andstæðingurinn er á, þá getur þú spreða vörninni bara á því að spila tíma. Og þeir voru með þessu svolítið oft að gamla að vera bara ekki með aðeð til að halda vörninni sterkri, ég segi ekki bara heldur jafnri á móti Þórsurum og ég held að það sé alveg hættulegasta núna fyrir Veka, ef við horfum á bara framhaldið af þessu kvöldi, er að Þórsarar eru farnir í gang. Þórsarar eru farnir í gang. Næsta map sem við erum að fara í er Dust. Dust 2, þetta er eitt af uppáhaldsmöppunum hjá Veka líka og þeir eru alveg með skittur og fólk sem getur hitt skotunum sínum, vírus, svakalega góður á vappanum, þannig að vera á móti rafle þar, það verður þvílíkt dúel sem að gæti alveg ákvarða það hvernig þetta map fer. En Dust, eitt af þessum möppum sem er svolítið svona brawly map, ekkert endilega með dýfstu strattbókina í CS, bara það map, það er svo einfalt í hvernig það er uppsett. Við höfum talað um það, sjáum annarkort, snembúið long take inn í bara svolítið að brute forsa A, eða þá við sjáum þetta standard default, sem að þeir senda kannski 2 í tunnels hjá B, henda kannski einhverju stöffi út, klíra lower, ná þessu mid-kontróli og vinna þessu upp í gegnum short eða þá mid to B. Og meira sjáum við voða sjaldan. Það kemur einstaka sinnum eitthvað röspí, kemur einstaka sinnum eitthvað meira set play, en mér finnst mjög fáar uppskriftir vera til á Íslandi. Það er líka bara, þetta er eitt stúdrasta mapp sem til hefur verið, sko, og menna, það segir líka bara allt sem segja þarf ef að eina sem þú gerir í breytingun á mappinu er að snúa hurðunum og þá bara breytist allt hvernig mappið er spilað út af því að það er búið að finna blúprintið af því. Og bara með hverju breytingu þá fyrst opnast eitthvað, þetta er bara það stúdra mapp, þetta er eins og Mirage, þú getur hent einum bekk í mappi og þá bara gerbreytist mappið. Og Dust 2, það er bara það. Núna er að vísu smókarnir, það er kannski svona eina eða svona nýlegasta dóti. Við erum að sjá mjög mikið af liðin farin að sprengja alltaf short smokin sem hefur verið svo rock solid bara á að loka á info. Nú sjáum við mikið af svona kombo eins og ég geti ímyndað mér að vírus verða að halda línu, fá eitthvað til að undirhenda grenu fyrir neðan sig, jafnvel, eða rafli bara. Já, annarkvort þá í longhurðina, í midhurðina, í einhverja shortlínu, línurinn á B, það interplay gæti komið svolítið sterkt inn. Ég er líka bara svolítið að horfa á bara getuna til þess að finna þessar opnanir. Af því að þessi leikir eru mjög mikið að spilast þannig að það er mjög mikið að gerast í upphæfi leiks. Það er bara mjög mikið að stöffa að fljúga og mjög mikið kaos og liðið sem að vinnur þetta kaos vinnur rándið svolítið. Já, í rauninni og líka bara, sko,
svo ef við horfum á bara lurkfaktorinn, það annað aspekt sem þú setur ofan á leikinn. Miðjan verður mjög mikið hægilegt þó við sjáum kannski ekki alltaf leikmennina á miðjunni, þá vita allir að það snýst svo svolítið mikið að halda miðjunni, þannig að ég get séð fyrir mér að liðin þó þau séu beggja megin á mappinu að þá verður alltaf ítrekkuð áhersla á miðjuna og ég held að sjá það bara strax hérna byrjun á pistolinu þar sem það að reyna að strauja yfir á shortið, komnir hérna áfram. Skaði en ekki nóg, þeir eru hins vegar búin að fækka tölum hjá Vega og það eiginlega frekar þeim í hag. Sörk, hann með fílíka tímasendingu hérna á shortinu í bakinu, ef að Vangar getur gert meira af þessu þá þetta frábært fyrir þá. Sörk núna að virkjast í bakið og það slökkt í þessari sókn, þeir voru 5 komnir upp shortið en Sörk með tímasendinguna í bakið og Vangar á longinu lokaði þessu einfallega. Þetta var ógeðslega vel spilað hjá hann þarna. Þú sér það, þeir vita þeir eru með hann bara með skott á milli lappar og þeir eru bara ítrekka pingpong á milli bara við ætlum að vera óþolandi við þig og bara frá byrjun Pistols. Já, Pistolin þau eru oftast aðeins öðruvísi en ég held að þetta verði að vera þeman hjá Vega í þessu mappi og það sem eftir er að kvöldinu að spila með smá meira svona eitthvað. Já, ég meina Vega eru núna að fá sénsinn að byrja CTM inn og það virðist alltaf að vera hratt B-play hér í rondi 2. Nei, hæja aðeins á. Það kemur stöff þarna inn í tunnels frá Vega. Þetta tunnels play, ekki B-play. Við sjáum það að allir komnir í áttina að low akkurat núna og þá eru þeir að vinna í því að reyna einangra shortið og miðjuna til þess að geta þá annarkvort poppað upp shortið eða út miðjuna. Pandas tekin lár þarna af Grenu frá liðsfélaga og út miðjuna verður playið. Flasti frá Rafle gott, Sörk tekur eftir þeim út miðjuna, kallar það til Deathcake og það öll pressan á leiðinni inn á B-ið. Sörk blindur, búinn að taka samt 2-3 í glugganum og Deathcake honum til aðstoðar hjálpar þeim að slökkva á þessu randi. Vangar kemur í gegnum CT-spawn og klárar síðasta leikmann Þórs. Ótrúlega sterkt og flott holdbarna hjá þeim, koma allir ekki inn í miðjuna. Þeir voru samt að halda tunnelinu líka, þeir voru með annað auga á því en það virtist vera bara eins og voru tilbúinu við 5 manna pussi á miðjunni. Sko, núna gæti ég haft rangt fyrir mér. En mitt rít akkurat núna ef þú tekur bardagana á móti Þór ekki á fyrsta tempói, eða ekki með fyrsta tækifæri, þá áttu meiri séns á að vinna á. Ef að Sörk hefði klárað hoppið og svinga gluggan hana og allt í hennu feistað 4, að þá hefði hann verið tekið niður. Í staðinn nær hann 3, Deathcake nær 1 og þeir loka púsinu. Þannig að spurning hvort að Vega þurfi svolítið að gera þetta. Spila meira upp á info og fatta tilbaka og taka móti Þór í staðinn fyrir að gefa þeim þessa framarlegu fæta. Þetta einmitt, já, ef við þessum að líka þá svona, þeir eru að spila á móti svona, hvað segir maður? Við langar að koma með einhverja dýra viðlíkingu en svona eitt af þessum dýrum sem að bara svona reyna að ná þér þegar þú ert á þeirra stað. Þeir vilja lokka því í einhverjum beitu en þú mátt bara ekki býta á hana. Þeir fá þarna opnun, bomban fer niður, 4 á 4 núna. Já, plantað fyrir short. Peter að kíkja eitthvað longið. Þvílíkt skot á vírus að það var Peter! Hann og þessi skátt eru búin að vera eitraðir hér en það Rex, Sörk og Deathcake sem að vinna vinnuna hérna af shortinu og Rafle. Já, með revolverinn, eitthvað sem við sjáum nú ekki oft síðastu til að falla en Vega tryggja sér 3. lótuna þarna. Vá. Sko, myndlíkingin sem ég held að sért að leita af, sko, svona fótboltalið sem að leggur rútunni. Þú veist, það sem að þeir færa vörnina bara liggur við inn í teig hjá sér. Já. Og þá ómögulegt að finna glufur. Já. Á móti því að lið geta líka ákveðið, við ætlum að mæta þeim með boltan á miðjunni. Og að mæta Þórstunum með boltan á miðjunni virðist bara vera ákveðin uppskrift af stórslýsi af því að þeir eru bara svo ógeðslega góðir í að bregðast við þeim fætum snemma. Þú mátt ekki bakka í hornið í boxingnum. Það bara, þetta svipuð viðlíking. Þú verður að þvinga pressu með pressu. Það bara þannig, oftast. Hljómar einfalt en þannig það bara. Vega, þeir fá ekki opnuna hérna, hann með djúpa línu hérna. En þessi máli getur verið góður. Nei. Það ekki Pandas orðinn mjög lár, spreyið þarna, tæft að því að tengja hjá Vangar í gegnum smókin.
komið með shortið, Sörk eiginlega bara að sjá miðjuna núna, vill samt ekki gefa sig ofrítt en þeir vita að þetta alltaf valmöguleiki. Núna hann spottaður, kemst í burtu rétt svo og Sörk búin að sjá 2 þarna, Rafle finnur Vanker, hvar var það? Þetta frá Súers eða miðju. Þetta frá miðjunni, finnur Vanker, já þetta B-leikmaður, þeir vita það, eru að hlaupa hérna yfir, halda meira sér Sörk sem bara hárrétt í stöðunni. Rafle, þeir geta náð vappanum en þeir geta ekki fengið sætið. Þeir þurfa að ríteka það 2 á 4 og ég held að það sé allt Deathkick, hann akkurat að hoppa niður þarna þegar Dabbi skýtur hann en næri ekki að gera neitt við upplýsingarna sem hann fær. Þetta virðist alltaf að vera fyrsta rándið hjá Þórsunum. Talaði það B-sætið hérna á Dust, eitt erfiðasta sætið í leiknum til þess að ríteka og núna væri líklega sniðugast fyrir Vírus að fara í einhvers konar exit hold. Ég held að veit ekki hvað heppin að þeir veit ekki af sér núna sko. Þeir eru með mann langt inn á longinu og ég held að þeir haldi það yfir allt annað. Peter, hann ætla samt að kanna þetta og það bara hárrétt. Fær ekki killið en fær infóið og þeir eru alltaf að fara að ráðast á hann hérna. Fær Vírus að halda sér lifandi. 3 komnir að honum. Hann ennþá með HP til að vinna þetta en ekki höfuðið. Það Tony sem að sér það. Það fyrsta rándi fyrir Þór og komnir í gang með Vappa. Með Vappa og það kannski slæmu fréttunar hérna Rafle fær frían Vappa og hann fer úr höndunum á Veka. Vírus hefði eflaust viljað hafa hann ennþá til að mynda hér en það ágætis kaup. Hefði verið betra ef þeir náðu að spara 1 eða 2 byssur. Við sjáum það þarna 1 XM Auto Shotgun og 1 MP9 en vel geranlegt svo sem sérstaklega ef þeir fá réttu fætana fyrir þessa byssur. Meira bara að vera að sækja sér info, þeir eru rólegir á öllu mappinu, beggja megin en ég segi það að þá á sama tíma fara þeir hérna 2 saman á shortið, bara nokkuð öruggir, Pandas og Tony konum mjög framalega, eiga shortið núna, Rex, hann fyrsti maður sem þeir munu mæta og þeir eru 3 með A-sætið en ef að Rex fellur þá allt einu verður þetta erfiðara. Já, það verður bara eiginlega ómögulegt. Það enda komið backup, Sörk komin þarna inn á líka, Rex bakkar í Goose og þeir þá 2 þarna ætla að taka á móti þessari sókn með 3. mannin á longinu. Það Deathkick, hann að spila nálagt bedroom-hurðinni þarna með MP9-una. Það kemur mid to B smoker en executið verður shortið enn sem komið engin hreyfing frá Veka og þeir eru rétt staðsettir til þess að taka á móti þessu pussi en Sörk, hann bara stöffaður út hérna, búast þeir við manninum í Goose, já en Rex vinnur fyrsta fætinn, getur hann unnið annan, nei, gera það ekki, Tony finnur Rex. Nú 3, svolítið erfitt rítake, þeir ætla að kanna málið, hanga aðeins í kringum þetta, Vírus krossin, ef að Deathkick fær kill, þá held ég fyrst að reyna þetta en annars sýnist mér Vanker vera með annað í huga. Flassið gott, spottar hérna en þeir eru 2 næra að koma sér í burtu. Þetta gæti verið gott rítake, Rafle! No-scopið einhvern veginn tekin þetta niður. Vanker kom með AK en ekki meira var úr því. Ég veit ekki hvernig hann kemur sér úr þessari drullu þarna en þurfti að klikka og gerir það. Rafle reynir að gefa backup og fæti shortið, Deathkick hann spottar Dabbi mjög seint en nær einhvern veginn fellinu og svo Rafle bara að droppa niður CT þar sem hann í einhverju ótrúlegasta dúeli sem ég hef séð á móti Uspu að no-scopa og ég held að hann hafi viffað fyrstu 2 skotunum. Það hlýtur að vera, þetta virkaði eins og þetta átti ekki að vera svona langur partæði, þeir voru ennþá lifandi. En hratt yfir á B, núna Þórsar og það bara full, já ég ætla að segja ákveðnir en breyti í þeim. Er það ekki? Hlýtur að vera. Ég held að það hefur verið eina ástæða fyrir að stoppa þarna. Það hlýtur að vera að hafa heyrt þeim og nú erum búin að kalla þetta. Ég held að Veka viti það ekki. Þeir eru að búast við þessu pussi, Dabbi þetta tilbúinn í robbstöðunni, bara 2K samt. Deathkick með hefni sín þar og þeir halda sætinu bakka en nú enn og aftur það sem við erum búin að nefna áður. Vörnin svo þunn að þeir geta bara spila tíma, þynnt hana út og þá eru Þórsara bara með þetta. Veka þurfa að gera eitthvað kraftaverk og þeir vita að Sörk komið framalega upp, finnur 1 mann með allt niður í sig, einhvern veginn kemst hann lifandi, sá ég, en kemst lifandi inn í bedroom, en það eru 3 leikmenn sem að lappa bíð akkurat núna og Deathkick með bakið í þá og Rex ekki að halda línunni. Jú, Deathkick búin að snúa sig við, sér þá núna að vera á leiðinni út. Þeir eru 2 þarna til varnar, þeir eru með gott crossfire.
Geta þeir látið að virka? Nei, Sörk búinn að finna Peter en Pandas og Tony finna Rex og Deathcake og þar með B-bombsætið. Svo er fyrir Sörk en ég held að þessi... Mér finnst ekkert að þið á reynir þetta. Þetta er líka svolítið bara svona að sína hvað þú hefur í þér að, já, bjóða, sækir þarna, kom meira sér. Veistu, go for it, Sörk. Já, Getur verið, þú ert búinn að vera sterkur út allt mótið. Þú ert IGL-in, ertu líka klötsin. 1-3, nánasta erfiðast sem hann getur gert og ég held að Þórsarar séu að sýna honum virðinguna sem að þeir eiga bara verið að gera. Hann spilar þetta hægt, hann er með réttu hugmynd en Tony með línuna og betra vopnið í þeirri stöðu. Sjens en ekki nóg, hann hefði líka þurft að vera snöggur að snúa sig við. Já, og þetta er svolítið, sko, Þórsarar að gera þarna hlut sem að mér finnst vera mjög vannýttur í raun og veru í þessum postplant. Þeir bara, hei, við erum með yfirtölu, þú þarfst að finna okkur báða, þú þarfst að vinna báða fætana, þú ert bara með 40 sekundur eftir að við setjum bombuna niður. Já. Það tekur bara tíma að ætla að gera þetta. Þannig að frábært í rafli, hann bara beigir sig hann á bak við bóksið, horfir niður, gefur engar upplýsingar. Tony tökkar störð í hot, gefur engar upplýsingar. Svo bara bíða þeir. Eina sem ég sá virka þarna fyrir Sörk er það að þeir viti ekki hvort það sé að vita það. Tony! Þetta er bara ólöglegt að gera þetta. En glæpsamlegt fragg. Það er til að sjá viðbröðinu og vírus þarna. Hann er ekki bara að eiga góðan byrjun á leik hérna, við erum mjög snemma í því en samt, hann missi vappan í að reyna að spara hann strax, hann er ekki búinn að fá tækifærið. Rafli hins vegar, hann er með spjótið í leiknum núna. Pandas er með shift-takkan og hann er með aimið líka, það er 2 manna opnun hérna. Og hann er bara búinn að gulltryggja þeim A-sætið og setja í rotationið. Eini maðurinn sem getur verið á staðnum er Vankar og ég heldur vitið það með að við, já, bara staðsendingu, eða stöðu segi ég. Deathcake getur verið að fá eitthvað hérna, hann er skemmtilega staðsettur á góðri tímasetningu en Dabbi akkurat búinn að lappa inn hurðina. Hann finnur Rafle, já, það tekur hann allt og langa tíma og þá er Dabbi bara mættur í backupið. Deathcake þarna fallinn, búið að leysa úr því vandamáli. Og þá er það bara Vankar einn eftir á longinu. Það er ómögulegt fyrir hann að ætla að fara í þetta retake. Það er planta fyrir short í þokkabót. Þannig að gerir vel bara að spara. Og aftur erum við að sjá Vega byrja mjög sterkt og svo svona svolítið brotna saman þegar að Þórsarar komast á skrið. Já, eina sem ég sé núna er að þeir vita er hafalög það sem að þarf. Þeir þurfa bara að finna rondin og bara svona rytman til að tryggja þetta. Vankar mun fá að lifa með byssuna af, Tony var einn sem gæti tekið hana af honum, þannig að geta hugsað við það, færa að spara í þetta skipti. Já, en horfðu á bankan, Þórsmiðin, hvert einasta fragg hjá Vega skiptir máli núna. Núna þurfa þeir annarkvort að fara að vinna nokkra lotur í röð, eða þá að þeir þurfa að skilja Þórsaran eftir með ekki meira heldur en 1 mann lifandi. Já, út af því að, já, þetta snýst allt efnahæðin, þú getur pumpað meira ef að þú átt hann til og þetta eru bara ákveðið mörg ránd í hverjum helming. Þannig að 3 hérna eftir eða 4 afsakið. Rafli finnur Vankar þarna, Vankar var að reyna skátt á miðunni. Rex búið að íta honum aftar í vörninni á A og það eru 5 leikmenn Þórs sem eru hér að setja stefnuna sína inn á A-bónstættin. Rex fær tækifæri þarna móti Dabbi, nýtir það ekki. Þá er það 3 á 5. Þetta er staða sem við sjáum því miður of oft hjá Vega. Virkilega erfitt uppdáttar upp úr þessu. Og sérstaklega þegar sætin er fallin og Þórsararunni eru að snúa frumkvæðinu við. Núna þurfa Þórsarar ekki að gera neitt annað en að bíða. Bomban er komin niður. Það er núna á CT-hliðinni að láta eitthvað gerast. Og það hefur bara reynst ansi erfitt hjá Vega á móti sterkri postplant stöðum hjá Þór. Og segja þeir þurfu bara að bíða en meira segja bara búast á miklu frá þeim. Þeir eiga ekki metnaðinn í það. Þeir eru alltaf snöggir á sér. Þeir vilja bara klára þetta sem fyrst. Og kemur ekkert á óvart að Pandas er sá sem stýrir þeirri herrferð. Þeir minnst ekki mann í þessari lótu. Það er allir með 9 plus í bankanum eiginlega. Þórsarar geta keypt út þennan hálfleik. Það þýðir að Vega þurfa núna að vinna í raun og veru, hvað er það, 4 gunround í röð. Já, þetta er svolítið erfið staða sem við sjáum Vega í núna og þeir eru með vappa, það er á vírus. Ég held að þetta sé bara svona besti tíminn til að fara í gang. Að vinna. Verður bara að sækja eitthvað. Ég held þeir séu bara ekki að fá neinn tækifæri. Þeir þurfa að fara að búa til þessi tækifæri. Rex hérna,
kemur flassu og þetta info, þeir fara sikkur megin út, hann fær að minnstakosti 1 kill og lífið. Það spurning hvort að Vankar getur aðstofað hann, 1 kill viðbót 3, það orðið nógu gott fyrir hann, Pandas hérna líka, en þarf ekki meira, þá fyrst eru komnir. Þetta var samt ekki snirtilegt verði að segja. Rex þurfti að gera ómikið þarna. Já, en leysir þetta samt sem áður vel. Aðvísum. Það kemur backupi, kemur á réttum tíma þarna, þýðir að Rex lendir ekki undir of mikilli pressu þrátt fyrir þeir viti af honum þarna. Á þeim tímapunkti var Rex bara búinn að finna 1 fragg og búinn að gera 1 lágan þegar það þarf að hlaða. Þannig að ef að backupi kemur ekki þarna á réttum tíma þá held ég að Þórsar bara vinni þetta round. Þannig að ég ætla alveg að hrósa Vega fyrir það hvernig þeir spilu þetta. Kannski ekki, þetta leit ekki út fyrir að vera effortless hjá þeim, en niðurstaðan var svo sem þeir óskuðu eftir. Algjörlega, og ja, snirtilegt eða ekki þá mér fannst bara svo treystu of mikið á Rex, sem samt gott, þú vilt líka gera það, þannig að þeir eru allavega sáttir með að taka roundið í bankan, gott hald þarna, Þór eiga samt nóg til í bankanum og meira sér næsta round eða þurfa, en Vega, þeir eru allavega konni með round núna á borðið hjá sér, bara að líta betur út. Sörk fær upplýsingar þarna að þeir séu vissulega ennþá long. Hann tekinn lár þarna í gegnum smókin. Flassi kemur, hann reynir aftur, finnur samt ekki neitt og Þórsar bara að spila þetta ansið rólega hér. Og þetta svona það sem ég meina. Núna finnst mér bara eins og Vega megi hætta að reyna að taka frumkvæðið. Þeir eru með upplýsingarnar. Þeir geta spila bara rosalega mikið upp á info og reynda að tefja fætana eins og þeir geta. Pandas að reyna inn eitthvað play gegn smoke. Sörk lítur að vita af þessu, þeir lappa framhjá hver öðrum. Pandas, hann að fara að fá frýtt killinn á Rex. En þeir eru búin að missa af Sörk. Nei, Dabbi finnur hann einhvern veginn í gegnum smokin. Þetta sem leit út fyrir að vera svo frábært hérna fyrir Sörk að hann myndi fá alla í bakið, að þá einhvern veginn fellur þetta saman og Þórsarar í yfirtölu komni með bombuna niður. Það líka komið beil hérna, það ákveðið, sá það bara á kólunni hérna, fær neitu í andlitið deathcakeinn og það var búið að kalla þetta af. Þeir voru að hanga aðeins, sjá hvort þeir fengi eitthvað, en Þórsarar gefa þeim ekki neitt nema handsprengjur, þannig að þeir neyðast til að spara. Ja, þarna Pandas og Sörk lappa á hvern annan inn í smókinum. Hvorugur þeirra greinilega tekur eftir, ég veit ekki, Pandas geti hafa kallað á liðið sitt, hann inn í smóknum af því að hann lenti á honum. Sörk virðist ekki hafa gert það sama, af því að Pandas fær fríafellu á Rex á meðan Sörk spreyjaði niður í smóknum eins og þeir bjuggust við honum. Þannig að það vinnur þetta round fyrir Þór. Í rauninni, já, það rétt þér og meiri segja hvort það hefur verið info eða ekki, þá þetta ekkit óalgengur staður til að spáma bara í, sérstaklega þegar Pandas ekki lengur í smóknum, þú þarft ekki að spá því að fella þinn eigin liðsmann, þannig að þú hefur efna á þessu, en hann heyrir að vísu allt, hann kallar allt, þannig að þetta bara, svínvirkaði, þetta er það sem við munum sjá gerast meira hjá held ég Pandas, hann rosalega duglegur að bara gefa info. Þetta líka það sem Rafli góður að gera, það að miða í höfuðið. Þetta má ekki gerast, þetta má bara ekki gerast fyrir Vega. Nei. Þeir eru 2 lótum undir hérna á CT-liðinni, ætti að vera sterkari hlið, þetta er liðin sem þeir völdu og Deathcake hérna reynir að swinga og taka í raun og veru fyrsta tempo-fætin á móti Þórsurum og það gengur ekki. Þetta er það sem ég er að segja. Það virðist vera þannig að ef þeir ætla að taka á móti þessari árásaskipni frá Þór, þá hefði Deathcake þarna þurft að bakka á bíl, kaupa eins mikinn tíma á mögulegt og reyna að fá leikmann með sér í backupið. Þeir eru ekki að ná að grípa Þórsarana óvörum með því að taka einhver aggressiv swing á vörninni. Það bara er ekki búið að ganga að mér finnst einu sinni hjá þeim. Það er eiginlega rétt og meira segja eina ástæða fyrir að við erum ennþá að tala þetta round út af því að þeir fá einhver frí kills á miðjunni en þetta er B-svætið enn og aftur og það er bara of erfitt að retaka. Peter sýnir það líka hér. Þetta var mjög vont round fyrir þá til að missa þarna. Deathcake tekinn bara með utility í höndinni þarna á B-sætinu og þeir bara missa B áður en að þeir vita því. Já, og núna þurfum við að sjá þessa orkustjórnun í verki hjá Vega. Það er bara þannig. Það er ennþá, eins og við tölum nóg af CS eftir. Við erum í mappi 2 af 5. En núna þurfa bara Vega að mæta hérna inn á server og slökkva í Þórsurum. Vega vilja helst labba jafnir að leikum út úr þessu mappi. Í það minnsta vilja þeir að Þórsarar séu smeykir við þá, en sjáu bara stöffið. Sörk fær ekki svona sénsinn á að bakka Vankar upp þarna í pit. Og einhvern veginn þá bara endar þetta að treytin fara bara Þórsurum í vil. Já,
Þetta skipti samt, 3 á 2, 2 á 2, betra heldur en venjulegast. En sjáðu. Þetta er akkurat, já, þetta er bara, þeir eru með infóð, vita hvað hann er, Dabbi er bara með línu hérna. Þetta er frítt B, svo lengi sem að Deathcake fellur og nú eru þeir bara búinir að... Þeir þrífast bara í kaosinu hjá Þórum. Þeir bara, svo núna kemur allt í hennu róast allt niður. Já, býtu, við erum að spila 2 sæta map og þá bara er búið að taka hitt sæti án þess að þeir viti af því. Dabbi er búinn að taka báða hausana af þeim án þess að þeir viti af því og 8 rounds. Veistu, þetta var bara eins og þarna, eins og þetta round spilast út, þá áttu Vega bara ekki séns. Þú veist, meira sér 2 á 2, þar sem að maður heldur, heyrðu, ok, núna eiga þeir góðan séns. Að þá gera Þórsarar þetta bara virkilega erfitt. Þeir stöffa miðjuna og þeir, veist, þegar þú lappar út úr CT-spóninu, þegar þú veist að það er mid to be play hjá T-hliðinni, hvert ætlar að horfa? Ætlar að horfa í áttina miðjunni og hurðinni eða ætlar að horfa til hægri? Þeir geta verið báðum megin. Já. Hann getur verið í 2 mismunandi stöðum hægra megin. Þú getur ekki séð hann þegar þú lappar út og horfir til hægri og svo er hann bak við bílinn. Hann er meira segja bara að, já, gamla bráða þeir sé ekki að spá í þessu en þeir voru alltaf tíman að horfa á þetta og Dabbi með geðveikar guspur hérna. 4 lokar longinu. Fallegar pislur hérna. Og er 1 á Eysu og held að Deathcake viti og hann er bara að sjá um að strauja í burtu. Er þeir með bombuna? Já. Þannig að þetta er voðalega erfið staða fyrir hann. Það er verið að leita á honum. Hann veit að getur hann fengið 1 fritt kill? Ég held ekki. Dabbi, hann er til í þetta. Dabbi er bara, hvar er hann? Og þetta er líka ekta staða. Dabbi er vanur að stökkva hérna niður en Deathcake veit hvað er í gangi. Hann bakkar. Skemmtilegt að horfa á þetta. Sko, Dabbi er búinn að kalla að allt sé clear þarna. Samt af einhverjum ástæðum með Peter, hægt og rólega að spotta Longi og Pandas, 1 kúla, klárar þetta. Þetta var virkilegt maður. 4 fellur þarna hjá Dabba. Og ekki einu svona spamma, bara rólegur. Miða, klikka, skjót. Þetta var... 4 skot, 4 fellur. Já, þetta var bara ógeðslega flott hjá honum. Og þetta er eiginlega bara... Þetta er ekki það sem þú vilt fá ofan að þig núna ef þú ert Vega. Ó nei. Að þeir fá eitthvað svona ego play út af því að þetta er eitthvað sem ég ímynda mér að Þórsarar, já, séu bara að fara með meira ego yfir næsta round ef að þeir eru að fá þessi highlights líka, sko. Því að þetta er sterkt lið en þetta er bara svo ótrúlega sterkir leikmenn þarna. Peter, Dabbi núna. Peter enn að gera skaða með skátinn. Þetta er bara eitthvað signature vopnið hans. Já, sérstaklega hérna át. Hvað er þetta að gera? Hann er að no-scopa Deathcake á miðjunni. Þetta er bara einhver boltaleikur hjá þeim, sko. Ég bara, þú veist, hvernig átt að spila á móti þessu? Ángríns. Þú verður annarkvort að bara hæja á og flassa hverja einustu línu sem þú ætlar að kíkja. Þegar þú ert á móti gæja sem getur í raun og verið með skátin í hverju einasta rándi. Það bara, þú veist aldrei hvenær þú ert að fara að mæta Peter með skát. Nefnilega. Nú, eina sem að getur farið úr skeiðis er ef að Þórsarar verða of öryggi með sig en þeir eru ennþá með hausin á réttun stað, Pandas með 1 kill hérna og þeir eru með fína vörn á A-sætinu, hann er komið framalega en það þarf ekki til, já, Dabbi, hann er á réttu stað líka. Já, risastór leikurinn á Dabbi, 16-7, efstur á servernum, bara þokkalega langt fyrir ofan flesta Pandas og eftir honum með 13-10. Allir leikmenn Vega ekki búin að komast í 2 stafa fragtölur enn sem komið Sörk næst því ásamt Vanger, báðir með 9. En þetta lítur ekki vel út fyrir Vega, þeir þurfa 8 lotur núna til þess að komast í match point. Og eins og leikurinn er búin að spilast þá er mjög erfitt að sjá hvar þeir ætla að finna þessar 8 lotur hérna á móti Þór. Já, allavega þeir byrja að leita í áttina B-inu en það er bara ekkert betra. Pandas er bara það sem hann er bara út allt. Búin að taka báða rifflana þeirra úr leik. Smókar fer gegnum smókinn, það er ekki fyrsta skipti sem hann gerir það og heldur ekki síðasta skipti held ég sérstaklega þegar þetta virkar bara í hvert einasta skipti. Vírus núna, við höfum séð þetta áður en ég heldur sem ekki að fara að sjá þetta núna. Hann býst við þessu en þetta er voðalega erfið staða fyrir hann Dabbi með betra vopn í þessari stöðu, tekur á honum hausinn og sækir 11. rándið með skallast ekki fyrir Þór. Þannig að við erum að horfa á eiginlega held ég bara auðveldan 2-0 leik hingað til. Ég sé ekki hvað Vega getur gert til að snúa þessu við í svona seríu. Nei.
Nei, ég sé það ekki heldur, sko. Það var mjög erfið staða hérna framöndan og já, ég held að sé bara farið úr þeim lífið. Ég veit ekki hvað að gera núna. Það bara, þeir eru á miðjunni, jú, þetta highlight punkturinn, en þeir eru bara skjótið allar áttir, búast við öllu. Sér bara hvað Deathkick taugaveiklaður, hann að búast við pussi en það ekkert í gangi þar. Þeir eru að spamma ekki henni smók, þeir eru að reyna að fá bara eitthvað frítt. Sko, það eina sem ég veit, eftir að hafa hort á Vega spila Dust 2 áður, það að þeir eru ansi góðir í bjútilinu hérna á Dust og þegar að restin að fylgja, svolítið svona að falla með þeim, þá eiga þeir góðri velgengni að fagna hérna á T-hliðinni. Ég held að þeir sé alveg með öll tólin einhvers staðar í pokanum til þess að geta komið með þetta comeback, en þeir þurfa samt að finna þessi tól. Já. Og Rafli þarna, hann bústaður, hann að horfa yfir hann Smoke. Hann reynir að svinga út þarna, Vírus gerir vel. Loksins það ganga fyrir Vega, taka á móti aggressjón hérna hjá Þór. Og Sörka leitað einhver á shortinu, hann með mjög flott jútil hérna inn á shortinu ef þeir þurfa á því að halda. Pandas náttúrulega bara eyðilaði það fyrir þeim í síðasta rándi með því að hoppa þarna upp á boostboxið og taka þröngu línuna á shortið. Sörka, mjög varlega. Veit núna af Tony í rampinum, Pandas og Tony og Dabbi, þeir eru bara að finna þrjá allt í hennu á engum tímbúti. Núna það Vangeir sem að fara í plantið. Á shortinu, hann stekkur í þetta, nær tengingunni en hann klárar hann ekki. Komið með Vírus, það mikið undir hérna sem Vangeir þarf að gera, finnur ekki skotið og Þór komnir í 12. Erfið staða til að klára hérna og það enn og aftur map point fyrir Þórsara og mjög langur leikur framöndan fyrir Vega ef að þeir eru ekki bara búnir að setja þennan upp á hilluna. Það næsta map, þá erum við að tala skal ég segja Nuke? Já, það Nuke. Það pikki hjá Vega, en það samt map sem að Þórsara vilja mjög mikið spila. Þannig að þetta aftur, við höfum séð frábæra hluti út af Vega á Nuke. Þeir verða að vinna það. Það bara þannig. Annars eru Þórsarar að fara að sigla vormótinu hérna 3-0. Þetta fyrir nefnilega aftur yfir það sem við sögðum áðan að þetta svo mikið marathon og bara ef þú byrja svona illa þá svolítið erfitt að halda lífið það sem eftir á leiknum. Þannig ég vona að strákarnir taki sér til eftir þennan leik og finni einhver svör. Allavega þá það eina í stöðinu því að Þórsarar eru bara allt og sterkir. Núna 4 á 2 og það ekki mikið til. Vírus og Deathkick 1-2 lifandi og þeir eru báðir hérna á langinu og nokkuð vissum að þeir viti bara að þeir eru sterkt hold á miðjunni og B-inu upp á info að gera og geta þar að leiti haft 2 menn hér á A-inu. Búnir að spotta báða núna með að vera rotationið, þannig að ég held að Þórsarar séu bara komnir með þetta og að loka að þeim, drengja á þá, toppmittið tekið, þeir heyra það. Þetta bara búið. Bara hversu oft erum við að sjá 2 á 5, 3 á 5, 2 á 4. Já. Það sem Vega eru mönnum undir. Það bara finnst að gerast flest ránd og Þór loka hérna þessu mappi nr. 2, komast 2-0 yfir í seríunni. Frá Lenovo býst ég við. Já, verið velkomin aftur hérna, það leikur nr. 2 sem komin í sögubækurnar. Þórsarar framlengja forskotinu sínu í 2-0 hér á móti Vega með mjög yfirburða framistöðu þarna, 13-4 klára þennan leik. En við erum komnir með góðan viðmælda í settið. Sæll og blessaður. Sæll ertu. Segðu okkur aðeins frá sjálfur. Herru, ég Snorri, ég vinn hjá Óvar og það sem við erum akkurat að selja hérna Legion by Lenovo leikjaseríuna, leikjavélina sem nú að stiga ykkur.
Alveg geðveika vélar get ég sagt ykkur. Já, sko núna getum við sagt að samband Lenovo við rafíþróttir á Íslandi, allan undir formerkjum rafíþróttasamtakana, tegir sig ansi langt aftur. Lenovo-deildin var titillinn á fyrstu deildinni þegar við fórum að stað 2019. Þá vorum við með Lenovo Legion vélarnar og ég spilaði alveg slatta á þeim og það var mjög skemmtilegt sko af því að við fengum við tókum einu svona úrslit í Háskólabíó 2019. Þar voru spilaðar þvílíkar seríur upp á sviði og fyrir það fengum við 10 glænýjar Lenovo Legion vélar. Seldum þær síðan á afslætti eftir mótið og bara einn af mínum góðu vinum ennþá að bara standa sig ansi vel í fyrstu deildinni í CS á einmitt vél sem að Clever spilaði á upp á sviði. Já, ok. Nú ekki það hissa, þetta alveg mjög góður og kröftugur og svona langlífar vélar, en já, þetta náttúrulega geðveikt fyrir mót og fyrir svona kröftuga spilara. Sko, nú langar mig að spyrja þig að erfiðri spurningu. Ég er putting you on the spot smá, sko. Af því að við erum í rafíþróttaútsendingu, það oft svona ákveður svona puritanismi hjá spilurum sem eru á efstu stigunum í að setja saman sína eigin tölvur og vera með bestu mögulegu íhlutina í öllu og þannig. Einhvers staðar kemur sparnaðurinn þegar það verið að byggja svona pre-built vélar. Hvað það sem að gerir Lenovo Legion svona fyrirfram byggðu vélarnar betri heldur en samkeppni? Sko, þær eru bara all round rosalega góðar og kröftuga vélar. Það geðveikur skjár, geðveikt kæli unit í þessu, bara frumkvörandi kæli unit og síðan þetta með allt annað sem þú þarft. Þetta með gott vinnsluminni, gott skjákort og geðveikan skjá. Síðan fyrir utan það bara ógeðslega flottar og harðgerðar vélar sem eru gerðar til þess að endast. Já. Þannig þú verður ekki vonsvikinn á þessum vélum. Nei, og kannski rétt að minnast á það, núna eru fermingarnar allar handa við hornið og það svona, myndi ég segja svona, það svona ákveðin hefð fyrir því að við fermingaaldur fái tölvuleikja áhuga menn sem kannski hafa látið sig hafa það að vera á Switchinu eða PlayStation tölvunni fram að fermingu, loksins sína PC-tölvu. Hvaða svona pakka myndirðu mæla með fyrir fermingabarnið í ár? Sko, já, Legion Slim 5 til dæmis og núna Pro 5 og Pro 7 sem að fara að koma út í okkur, sérstaklega fartölunar, þær eru geðveikar og síðan líka bara hægt að byggja heilt setup, allt í kringum Legion. Við erum með góða skjái, við erum með góða lyklaborð, heyrnartól, mís, bara allt setupið, þannig að það getur verið svolítið Legion-kallana í leikjaherbygginu. En já, ég mæla alveg sérstaklega vel með Pro 5 og núna Pro 7 sem eru rétt ólendar, koma akkur fermingasísun núna fartölum, alveg klikkastlega góða vélar. Já, talandi fartölur, Siggi, fæ ég þið til að rétta með fartöluna mína? Já, þeir eru meira sem með þetta. Já, því að mér langaði bara að sýna hana og mér langaði svolítið að tala eins sko, fartölu hliðina, af því að, sko, núna var ég búinn að afskrifa leikjafartölur sem fjárfestingu. Á mínum yngri keppnisharðari árum en verandi með þessa þetta er alveg unit. Já, algjörlega. Þetta er svolítið tank. Já, og segðu okkur, hvaða vél ég með í höndunum og hvernig hún Ég held að þetta sé akkurat Pro 5 sem við erum ennþá með sjá 15 ára bíl, lock, já, þetta er bara klassiska Legionin okkar núna. Ég veit ekki hvort ég að sýna eitthvað skjáin. Já, það er alltaf góð. Náttúrulega ótrúlega stílhrein og nett hönnun á þessari vél. Já, komastu. Ég var góður í sjónvarpsmarkaðnum, back in the day. Já, akkurat. Það sem að ég kannski vil benda fólki á, út af því að núna, ég veit að þetta er ákveðin dilemma hjá mörgum foreldrum. Þau vilja gefa barninu sínu skólatölvu sem að þau geta notað líka fyrir lærdóminn og þess aftar. Fartalan heillar. En á sama tíma þá ertu með lítið gamer á heimilinu. Hann vill bara fá PC-tölvuna, turnin, 240 skjáin, lyklaborðið, hann með þessar kröfur. Það sem hægt að gera, það hægt að kaupa svona fartölvu
og hérna aftan á erum við með öll tengi sem að við þurfum til þess að pluggana við 240 Hz skjá, Yes. til þess að pluggana við lyklaborð, mús, alla þá jaðar íhluti sem að við mundum vilja í hefðbundnu setupi og þá getur hún bara verið svona til hliðar. Akkurat, það eru margir sem eru bara að meta svona í dag. Turnin er náttúrulega rosalega góð en dýr, stór unit og rosalega næs að geta verið með svona bara svona, fartölu sem við getum ferðast með og geta pluggan í skjáinn og lyklaborðið og allt og ég vil þó að sé gennum snúrið eða Bluetooth eða hvað sem er. Það er mjög hentugt og þægilegt. Ég sé hérna sko, það er AMD Ryzen 7, þú veist, alvöru örgjörfi í þessu. Veistu hvað skjákortið er eða? Ég held að þú ert annarkvort með 4060, 4070, 4080 þessari. Já. Og síðan næsta lína Pro 7, hún kemur akkurat með 5000 seríunni. Er það? Já. 50, 60, 70, 80 eða? Yes. Ég held ég meira svo 70, 80, 90. Nei. Ertu að segja mér að ég geti fengið 50, 90 í fartölu? Gæti verið ljóða. Er ekki 50, 90 bara á stærð við fartölu? Náttúrulega mobile unitin, en þetta er alveg rosalega, eins og ég segi, kraftvirkar vélar og að fá 5000 seríuna í fartölu er klikkað. Já, það er klikkað, af því að það segir mér bara að þú getur keyrt í rauninni allt á þessu. Já, það er ekkert sem að þú getur ekki keyrt á þessu. Þá kannski koma í rauninni bara hinar áhyggjurnar frá foreldrahliðinni, sko. Mun barnið mitt einhvern tímann ekki vera að spila tölvuleikina, sko. Er hann bara að fara að vera í ranked Counter-Strike á meðan hann er í ensku tíma, sko. En við hljótum nú að þurfa að treysta ungdómnum á einhverju tímpúti. Já, síðan ætlum við nú ekkert að fara að tala um foreldrastillingar en eitt svoleiðis, en það er alltaf þetta að treysta þessum úlingum, er það ekki? Jú, það er þannig. En já, núna eru þið að styrkja rafíþróttir. Segðu mig kannski aðeins bara svona, hver er hugmyndin ykkar? Hvað viljið þið sjá úr rafíþróttumhverfinu á Íslandi? Eru þið með okkur hérna for the long haul og eru við að búast við bara Lenovo aðalmerkinu hérna á Íslandi á komandi árum? Við erum náttúrulega vonast til þess að vera aðalmerkið þarna. Og sérstaklega þegar við erum með svona stóra línu og eitthvað fyrir alla, þá erum við vonast til þess að við náum til sem flestra. Já. Það er bara, við erum náttúrulega hérna til þess að bara styrkja okkar viðskiptavini og kunna og bara þá sem að styðja okkur. En já, hvað segir maður? Þetta er svona, we're in it for the long haul, eins og það segir. Ég fíla það. Og kannski áður en ég sleppi þér, hvar getur fólk nálgast Lenovo Legion tölvur, jaðabúnað, skjái og þess aftar? Og ef það er kannski einhver forvitin annarkot spilari eða forvitin foreldri eða besti frændi í heiminum sem ætlar að sneika einni stóri gjöf í ferminguna, hvert ef þau að hafa samband ef þau vilja vita meira? Sko, við erum með okkar vörur á flestu stöðum á höfuðborgarsvæðinu og líka náttúrulega netverslunni Netverslunin er hvar? Sko, over.is er okkar og síðan er hægt að finna Legion hjá fleiri. Við erum líka hjá Tölvutek og Elko. En síðan getum við bara mætt til okkar í Borgartún 37. Þar erum við ofar og við getum stutt ykkur við ykkar kaup á Legion. Við erum stoltar af þessu merki. Já. Borgartún 37, það er við hliðin á N1, þetta er Origo-húsið. Yes. Já, Origo-húsið akkurat. Það er gamla merkið okkar. Já. Þannig að þetta er neðstu hæðinni í það sem heitir Ofarhúsið núna. Má kalla það. Og þetta er beint fyrir aftan N1 og kemur inn í Borgartúnið. Yes. Mjög aðgengilegt frá stofnaðinni Sæbrautinni og Miklubrautinni líka Suðurlandsbrautinni, þannig að þið eigi flest öll leið þarna fram hjá í eða úr vinnu, þannig að af hverju ekki að stoppa og kynna sér Lenovo Legion úrvalið. Já, og við bara verðum ykkur þar til handar og finnum réttu vöruna fyrir ykkur. Frábært. Eitthvað að lokum? Bara sjáumst í ofar. Já, sjáumst í ofar. Þar höfum við það. Við ætlum að henda okkur í örsnöggar auglýsingar og þegar við komum tilbaka þá er það leikur 3 hér í úrslita viðureign milli Vega og Þórs hér á vormóti ljósleiðarans. Hvernig sem framtíðin
Red Bull veitir vængi. Já, verið velkomin aftur hér í vormót ljósleiðarans. Við erum að fylgjast með úrslita viðureigninni milli Vega og Þórs og akkurat núna er staðan 2-0 Þór í vil. Með einu mappi í viðbót geta Þórsarar loka þessari úrslitaserju 3-0 sem er ekki það sem við byggumst við sig. Nei, ég sá þetta fara í 4 möpp. Ég verði eiginlega að segja nú lítur þetta út fyrir að vera 3 möpp. Við erum að vísu að fara í mapp pick hjá Vega, það er eina sem að svona lítur vel út á pappir, en ekki einu sinni þá er ég það sannfærður út af því að mórallin lítur ekki vel út hjá Vega svona frá okkar einfalda sjónarhorni, en svo veit maður náttúrulega ekki nákvæmlega hvernig sagan er þarna, en allavega leikirnir líta ekki vel út hjá þeim, verð ég að segja. Mér finnst þeir vera að lenda í gildrunni sem að Þór er að setja fyrir þá og svolítið bara spila upp í hendurnar á Þórsurum. Mér finnst þegar að Vega er að taka fætana, að þá virðast Þórsararnir vera tilbúinir í fætana og þegar Þórsararnir er að taka fætana, þá virðist Vega ekki vera tilbúin í fætana. Já. Þannig að það þarf einhvern veginn að leysa úr því af því að við vitum alveg hvað Vega getur. Við vitum alveg, við sáum þá við sáum þá í undanúrslitunum taka Núk á mjög flottan hátt meðal annars 1v5 á Vírus og, sem var náttúrulega rosalegt en núna þurfa þeir bara að taka Núk og þeir þurfa að taka stjórnina á Núk. Nú er ég líka að horfa á það að sko Vega playstili það sem þeir eru búin að þurfa að gera í síðustu 2 möppum er eitthvað sem þeir ættu ekki að gera núna í þessu mappi. Þetta er ekki eins svona opið mapp og brawl mapp eins og við segjum. Þetta er miklu lokara strategist. Þetta er rosalega mikil áhersla á útisvæðið. Við sjáum þessa klassísku smóka sem er eiginlega bara standard hjá flestum liðum af því að það er hin leiðin í rotationið á B-ið. Hvort sem voru að fara eða ekki, þá er það bara hugmyndin sko. En ég held að það verði svona lykilatriði hvort að þeir fari með það af því að þeir verða að geta selt Þórsurum að B er annar valmöguleiki hjá þeim.
þeir geta ekki bara hengið fyrir utan rampinn og upp á síló og fæta þá ef að Þórsarar mæta aftur eins og þeir voru búin að vera. Já, sammála því við skulum vinda okkur í hnífa hér í leik mappi númer 3, sjá hvoru megin liðin byrja og þetta eru mikilvægir hnífar. Veka vilja vinna þessa hnífa og fá að byrja CT megin svo að þeir geti átt sem mestan sénsinn en það virðist vera Þórsarar sem að eru einfallega að valta yfir þá hérna í hnífunum. Vírusamt að svara fyrir sig en 1 á 2 búin að taka, lítið hægt að gera í þessu. Peter með smá kás seta þarna, lokar hnífunum og Þórsarar fá að velja hvoru megin þeir byrja og valið CT, enda það betri hliðin til þess að vera á í þessu mappi? Já, ég hef alltaf hort á hnífana með svona, maður á ekki að fara í þá með of mikið svona stráka, við verðum að vinna hnífana út af því að þetta alveg líka svolítið svona luck-faktor en þú ert alltaf sáttu með að byrja á þeirri hlið sem að þú ert kannski meira tilbúin á og hún jú oftar en ekki CT hliðin til að fá svona smá hugmynd á hvernig mappið mun spilast láta andstæðingi þurfa að byrja á erfiðari helming og Þórsarar fá einmitt í því tilfelli betri helmingin en það útisvæð og Pandas aðalmaðurinn þar. Já, og það verður áhugavert að sjá hvernig þetta óhefðbundna útiplay hjá Veka spilast í þessum leik. Þeir eru svolítið gjarnir á það að henda 2 af 3 útismókunum og kíkja bakvið fyrirsmókin og það virkaði rosalega vel á móti Ármanni, fundu margar opnarnir þannig og og það virkaði vel í þeim leik, þannig að það verður áhugavert að sjá hvort að þeir nái að leika það eftir hér á móti Þórsurum. Þurfa svolítið á því að halda, það var svolítið svona frumkvæði hjá þeim, þetta áhugaverða play sem þeir gerðu og pistolið byrjar ágætlega fyrir þá hérna, það þreyta fram og tilbaka, núna komið mann yfir hérna hjá Veka. Við veitum hvað Rafli og hann á milli 2 manna hérna en smókur öðrum megin þannig að hann að halda sér lifandi. Einföld leið til að sundra bardagana þarna, það smóku fyrir og nú þetta Vanker 1 og 2 vita hvar hann var, nú hvar hann og 45 sekundur eftir hér, hann droppar niður í vent og það inn á B þar sem að bomban mun fara niður en verður retakið gott, Peter komið niður rampinn og bomban örugg, nú kemur óþægilega pressan. Gæti komið Vanker og óvart þarna, hann veit að Rafli lár. Spurning hvað Peter að gera, já, Peter að stækja fram en Vanker, hann finnur Peter þarna í loftinu og klárar Rafli líka að Veka vinnur pistolið og það mikilvægt, þeir þurfa að komast af stað á sterkan hátt hérna á T-hliðinni, þeir þurfa helst að komast út úr þessum T-hálfleik með 6+ lotur til þess að líða bara vel á CT-hliðinni til að setja smá pressu á Þórsarana. Algjörlega og líka pistolrondið, bara góð byrjun þarna, hann útiloka báða mennina mjög flottan hátt, spilar þarna utan sílóið á bombusætinu og fær Peter í loftinu og svo þarf hann bara að klára Rafli sem var lárinu þegar. Þannig að þetta var mjög þægileg staða fyrir þá til að byrja og hér kemur smókurinn úti, cross-smókurinn sjáum við. Pandas, þetta það sem hann gerir og gerir vel, það að vera aggressífur úti, honum að vísu refsað. Vírus næstur hérna að fylgjast með ventinu, það maðurinn nú þegar komið niður, þannig að B-ið hefur verið hálflesið. Rafli framalega hérna bak við kassan og þetta mikið spilað og ég hugsaði gæti alveg búist við þessu en munið þeir hardklera þetta. Ekki alltaf gert en gera það í þetta skipti, Vanker spottar hann á sama tíma þá hann búinn að koma einum manni niður fyrir, þeir hafa ekkert info nema Tony og Peter það að þeir eru ekki farnir niður rampinn en Tony í ventunni en þeir eru eitthvað að ákveða svo, já, þurfa bara að fara á milli og þetta eiginlega bara betra fyrir Veka, þeir eru út allt mappið, Þórsarar þeir þurfa bara að vera að leita. Þetta geggjað af Rex þarna tekinn af Peter en ég ætlaði að fara að rósa honum að því að mér finnst hann vera að gera nákvæmlega það sem að Veka þarf svolítið að gera hérna á móti Þórsurum. Af því að þarna finnst mér svona eins og klassíska múfið hefði verið að Rex hefði svingað og Peter hefði refsað. En þarna eru þeir þó allavega að bíða aðeins lengur. Þeir eru að gefa Þórsurunum tækifæri á að stíga inn í sínar gildur í staðinn fyrir að vera alltaf að stíga inn í fætana hjá Þór. Og ef að þetta hvað getur sagt, meðvituð breyting sem þeir eru að gera, að færa tempóið á fætunum sínum einu skrefi aftar, þá held ég að Þórsarar eigi eftir að allt í einu upplifa það sem að Veka upplifði í fyrstu 2 möppunum. Að þegar þeir reyna að fæta þá eru Veka tilbúnir og þegar Veka fætar þá eru þeir ekki tilbúnir. Allavega lítur strax betur út þó við sem ekki nema 2 rándum inn í leikinn þá, já, ég tek undir það. Þetta virðist hafa verið
bara mjög mikilvægt tímtólk þarna milli þessa 2 leiki og Serk búinn að finna opnunina Rafli og þeir eru bara að byrja vel, fá opnunar og eru að ná að loka rándunum en munir gera það hér, þeir eru ennþá með á móti svona hálfgerðum gamble pislum og það er Dabbi sem að fær 1 killið en hann er síðan treytaður út. Hann fær ekki meira. Fær ekki meira, já. Það er bara, það var það sem var að klikka. Já. Þú veist, bara ef við höfum verið á döstana þá er Dabbi bara einhvern veginn á 3 og þeir höfum verið í vest, þú veist. En ef þeir ná að halda þessu svona, þá byrjar þetta svolítið að svinga. Pandas er samt komin í bakið og hann er komin inn í gula og allt í einu er komin yfirtala, 2 manna yfirtala fyrir Þór þegar Tony finnur Sörk. Þetta mátti ekki byrja að gerast. Þetta er þema sem hefur verið. Það er bara þegar kemur þessi Pandas... Nei, tímasetningin! Ég skil hann svo 100% vel þarna, stendur upp, hann er að kalla eitthvað yfir á herbergi, það sést alveg. Hann var með þá þarna í pókanum hjá sér og bara, já, gjörsamlega... Þetta er saga seríunar, hingað til, tímasetningarnar eru búin að vera Þórs megin og ég meina, það er ekki hægt að segja, þú veist, jú, þú getur talað að það sé ákveðin heppni, að tímasetningarnar séu að detta þín megin. Já, vissulega. En við skulum ekki gleyma því að það er ákvörðun á bakvið allt sem gerist inn á þessum sörg. Algjörlega. Þannig að, þú veist, Þórsarar er að spila þetta á ákveðnu tempói og tempóið þeirra er að virka gegn Vega. Þess vegna eru tímasetningarnar að falla með Þór. Þú má gera miklu meira þegar þú ert með pislur og eitthvað svoleiðis. Hann er með svo geggjaða stöðu þarna og þeir búast svo ekki við honum, þannig að þess er ekki refsað. En þeir koma 2 leikmönnum niður, en þeir eru búin að missa 2 leikmenn við það að ná þessu map-kontróli. 3 leikmenn þegar Tony finnur Rex og Vanker og þetta er það sem við erum búin að sjá aftur og aftur í gegnum þessi fyrstu 2 maps. Bara hvernig ætla Vega að leysa þetta? Þetta er nefnilega orðið, já, þetta er orðið mjög erfitt núna. Nú líta Þórsarar bara eins og þau séu með allt á réttum stað og það er það sem við erum að segja eftir að Vega líta vel út núna. Þannig að ef þú ert með bæði lið á 100% þá líta Þór samt betur út. Þannig að Vega þurfa einhvern veginn að taka þessa prósentur af Þór, búa sér til heppni í leikinum og bara, já, ég veit ekki hvað svarið er, en þeir þurfa að komast að því. Það er nefnilega nákvæmlega málið, þeir þurfa að komast að því. Við erum bara hérna að segja falleg orð á meðan við horfum á að spila. En það er núna á herðum Vega, það er á herðum nýja in-game lítirsliðins Sörk að ákveða hér hvað þeir ætla að gera, að kalla þennan leik til sigurs og ekki leyfa þeim að láta ránd eftir ránd renna út í sandin hérna á móti Þórsurum. Pislur framalega og þetta er held ég það sem að Þórsarar vilja. Þeir vilja að Vega hægja á sér, já við erum í pislum en þetta er bara þeman, hún er búin að vera svona, þeir senda Vega í bara svona óþægilega stöðu. Sko, nú þurfa bara Vega að horfa á það að geta treyta þessu killum en þeir mega ekki sína sig 1 og 1. Þeir fá umboðið hjá Þór og þeir eru bara að spila það. Þeir eru ekki að láta þessa pislum ná sér auðveldlega. Dabbi heldur bara inni pislunni, treystir á að sínu menn geta þurrkað upp völlinn þar á eftir og nú Vanker 1 eftir á móti þessum mönnum. Já, pislurnar voru bara, ja, þetta var ekki gott kaupafsækið en það bara breytir því ekki. Þeir eru að spila þetta svo vel hjá Þórsurum, leyfa ekki að grípa sig neitt. Þetta er bara gullfallegt hjá Þór, það er ekki hægt að segja neitt annað. Þeir eru að spila virkilega vel þarna, vissulega voru á móti verra kaupi og gátu svona bara verið svolítið yfirvegar og rólegir og voru með forskot í öllum fætunum sem þeir tóku. En samt sem áður að þá lítur þetta þannig út, skilur, þú veist, Dabbi í main, þeir svinga á hann 3 með pislur, hann er 2 killum, kemst í burtu og Tony er komin í treytin og þeir stoppa 4 frá því að komast inn main og við erum að tala um Vega sem stóðu 1,5 metra frá hurðina main, komast ekki inn með 1 mann. Nei, akkurat. Þetta lítur eiginlega bara út fyrir að vera smá desperate hjá strákunum hjá Vega, það að þessi, bara Dabbi getur bara búist við þessu, bara halda inn í spreynu, auðvitað eru þeir að fara að reyna að treyta hvort annað. Þetta er... Núna þurfum við svör frá Vega, þeir eru búin að senda Sörkina niður, restin er að pressa rampin og Pandas er farin að leita, getur hann inn í fæti? Nei, opnun fyrir Vega, loksins. Hvað geta þeir gert á bakinu á þessu? Vírus með Dabbi og núna erum við að sjá viðsnúning á þeim aðstæðum sem við séð svo oft áður. Það er 5 á 3 Vega megin. Hvernig ætla þeir að sigla þessari lotu heim og jafna hér leika? Þeir eiga þetta ránd, þeir eru að vísu ekki með kannski bestu byssurnar en þeir eru með tölunar þannig að þeir eiga alltaf að taka þetta ránd og akkurat kemur sama þeman, þinn út vörnina en Þórsarar þeir gera frekar þetta klassíska gamble og eru bara nógu nálægt hvort öðru, treysta á að reyna að fækka leikmönnum hjá Vega og Tony er 1 angur hérna á A-inu, heldur inn í takkanum sínum
gerir hellingsskaða en ekkert klárað. Peter reynir að taka til sínar eigin hendur, sömuleiðis Rafli, hann með 2 en þetta var allt og erfið staða fyrir hann neyðist þarna fram út af mollanum og þá fá Vega ránd en ekki sannfærandi. Ég meina, ég myndi segja alveg semi-sannfærandi. Já, jú. Þeir enda með hann að 3 lifandi og Rafli nær að koma út og taka 2 sem eru lága og allt það. Þeir eru ekkert langt frá því að þetta sé bara 5 að lifa. En punkturinn samt þarna, ef Rafli hittir 1 kúlu í viðbót á Vanger, hann geigaði 1 kúlu. Já. Hún fór fram hjá Vanger. Þá Vanger fallinn, það hann sem nær fellinu tilbaka. Rafli hefði sett þetta í 1 á 2 ef hann hittir þessari 1 auka kúlu og það á ekki að gera. Nei, ég held nefnilega, sko, Vega þeir alltaf tilbúinir að treyna þarna út en eru allir 5 tilbúinir? Það var önnur spurning. Bomban, hún var tekin út en já, þetta er bara svona, þetta lítur hættulega út. Við erum 3-3 og Vega, þeir eru að strengja rándur núna. Þeir eru að opna móti Rex, Pandas, betur á móti Sörk með spreyið og manstu það sem ég var að tala aðstæðina sem við séum svo oft Vega megin, þeir eru núna 3 á 5 hér í sókninni. Og það er bara verra og það kemur sama þeman hérna og ég held að bara Þórsarar viti þetta og segja að það er svakalega mikil hreyfing á Þórsurum en ekki Vega. Menn eru að sækja sér info án þess að setja í og mikið risk. En hvað gera Vega? Ég meina, þú veist, ef þú ert 5 á 3 á vörninni þá ert bara að chilla. Þú þarft ekki að gera neitt annað. Þú þarft ekki að gera neitt. Þú setur bara mann á hérna, þú veist, stakkar þessum 1 sætina því að þú hvort þið er 5 á 3 í rítekinu. Akkurat. Og Dabbi bara, hann er chillandi þannig upp á katt, hann getur spúlað einhverja one and done stöðu, finnur samt einhvern veginn 2 og það er bara ekki nógu gott fyrir Vega til þess að koma og vinna hér vormót ljósleiðara. Ég held að það sé tími fyrir timeout bara hér og nú, ná aðeins andanum. Ég veit ekki hvað menn eru að hugsa hjá Vega núna. Þá meina ég að þeir þurfa að vera að hugsa eitthvað en þetta er að vísu kaupið hann, kannski kemur það í næsta rándi frekar. En ég held að þeir þurfa að breyta eitthvað hvernig þeir eru að horfa á T-leikinn út af því að Þórsarar virðast hafa það svolítið oftar en ekki, sko. Þeir ná að skjóta sig úr þessu hjá Vega en vanta aðeins meira. Þeir eru komnir öflugir hérna inn á aðeins, það er bara keyrsla, hvort það er sprayað niður eða ekki, þá ætlar það að koma mitta, búið að spraya molla á móti hérna og það er ekki gefið neitt. Bomba fallin í gula, það er Rex og Derki að gera móti 4, reyna að svinga Dabba en hann bara klára 3-caseið þarna 11-4 akkurat núna á Dabbi. Kannski kjörinn tími til að minna þig á það, Siggi, ég mun spyrja þig hverju MVP-seríunar eftir, þannig að byrja að hugsa. Það er góða punktur. Dabbi er eins og efstur, það er enda ekki bara óvart. Hann reyndar átti geggjaða leik í Dust 2-seríunni. Hann er bara búinn að vera frábær fyrir Þór, verð ég að segja. Tony alltaf stöðugur hann líka. Mér langar að nefna það sem þú sagðir hérna, ég bæði mjög sáttur að kemur þetta timeout núna þannig að þeir eru með gott hugafar hjá Vega að minnsta kosti. En já, fyrst við erum í þessu timeouti þá langar maður að nefna það að Pandas, ég var að segja það að sko þó þeir séu kannski með 5 leikmenn og já, þurfi ekki að gera neitt. Ef þú ert í Vega og veist að þínir leikmennir, já þeir þurfi ekki að gera neitt en þeir eru með Pandas, þarft ekki einhvern veginn alltaf bara að vera með augun opin og hnakkanum. Þurfi ekki að gera neitt en þeir eru að fara að gera eitthvað. Þeir eru að fara að gera eitthvað, það er nefnilega málið og ég held að sé bara svo, það myndar bara svo mikla óþægindi sérstaklega þegar þeir eru fáir, það er búið að þrengja ykkur, Þórsarar spila svo vel. Það er rosalega erfitt að komast úr þessu en nóg eftir hins vegar og þeir eru væntanlega að ræða saman núna eitthvað stratt eða eitthvað plan allavega í miðju rándi. Vonum að það endi þeirri í hag og við viljum bara sjá lengri seríu. Mig langar að fara í train. Ég vil 5 upp. Ég vil ekki að sé að reyna að taka af okkur train, sko. Ég vil líka, sko, sérstaklega eins og Pandas talaði þeir Þór eru meðvitaðir það að sterkustu möppin hjá Vega relatíft með við hversu sterkir þeir eru í þeim möppum eru með Ras og Train. Þannig horfa þeir á það. Þannig að Vega þurfa að komast út úr þessum leik hérna inn í leik 4 og þá held ég að bara meiri segja út frá orðum Panda sem er nú ekki vanur að tala hógvært að þá á Vega góðan séns og það byrjar núna, það tóku sitt óhefðbundna útismóka play og þetta er eitthvað sem við sáum að gera með frábærum árangri á móti Ármann. Ég vil meira af þessu, en Dabbi einhvern veginn finnur 2 maður, þetta á ekki að gerast! Það fær alltaf 2, núna er
ekki maður sem hún vildi vera einn á móti tveimum, en það er sem betur fyrir lokað á það. Sörk kom á óvart, hann bara skeilaði upp þarna alla leið á skyttisbólið og það bara var bara þess að Pítur var ekkert að búast í honum. En þetta er nákvæmlega það sem þið gerðu móti Ármanni. Þeir voru með þetta sterka kontról úti, þeir köstuðu eiginlega í hverju einasta rándi þessum 2 útismókum. Þeir fóru eitthvað að kíkja og vera með eitthvað play bak við smókin og finna eitthvað picks þar og það var að virka. Ég vil sjá meira af þessu núna frá Vega, en eitt sem ég vil benda á hérna, við tölum alltaf það. 4 ránd er lágmarkið sem þú stefnir á T-hliðinu. Vega eru komnir þangað, þannig að þó að þeir séu undir, þá er þetta ekkert eitthvað skelfilegur hálfleikur á Vega. Nei, alls ekki og horfir á það frá einmitt bara hvor vinnur rándið og horfir á það bara scoreboardinu, þá er það. Þeir eru ennþá inn í leik og þetta snýst enn og aftur bara allt marathon. Tony finnur Sörk gegnum smókana úti, þannig að Sörk aftur að reyna að vera með útiplay og útikontról. En séð við honum þarna, en það er svarað, rafleisamt, mættur í treytið og Þór halda yfirtölu hér. Flott antiflassarna hjá Vanker, snýr sér burtu frá og svo Dabbi, hann er bara klettur á A-sætinu. Já, Því líkur sökkull. 14-5. Fær líka alltaf multikill. Já, hann er 14-5 eftir 10 ránd. Það er insane, sko. Ég var til að sjá multikill faktorinn hjá honum, hann er með að minnstakosti 4 heldur bara núna, sko. Ef ég mætti fá eina tölfræði upp á skjáðan hjá okkur akkurat núna, þá væri það opening duels won. Já, bara prósentulega sér, bara hvað er búið að vinna mörg opening duels og Vírus þarna er að halda Pítur en er feltur deathkick tekin úr íþrótta yfir í hell og 6-4 er staðan. Núna er það svolítið sko Vega síðasta rándi næst síðasta rándi í hálfleiknum. Vega hafa 2 sjansa til að krækast þetta í 5. rándið. Ef þeir ná í 5. rándið þá ætla ég bara að kalla þetta mjög góðan hálfleik. Þá ætla ég að segja að þeir sluppu með skrekkin. Já, ég er alveg sammála því sko, en ég er kannski frekar að horfa það að ef að Þór væru núna með 4 ránd, eða sko, já, ég bara að segja sko, Þór, mér finnst þeir vera snyrtilegri. Vega þeir eru inn í þessu leik og þeir eru með mögulega, já, þeir eru allavega með 4 ránd, þetta er ekkert svo slæmt. Ég er kannski að láta líta verra út en það er. En ástæðan fyrir því þú tala svona er út af því að þeir vinna pistol og annar ránd. Já. Það eru 2 af þessum 4 rándum. Þeir eru bara að vinna 2 gun ránd og það er ekkert góð sviti þannig séð. Nei. Einhvern veginn, þú veist eins og þarna, Pítur, hann er búinn að droppa með vappan, hann á ekki að fá meira. Núna spilaðist þetta eins og þetta á að spila. Já, algjörlega. Og loksins gengur eitthvað upp hjá Vega. Þeir eru hérna á spari en Vírus er komin á vappan og þeir eru komnir með neðri bombsætin að einhverju leyti. Það er samt sem áður 1 stykki Dabbi til varnar. Þeir mega bara ekki hægja of mikið á sér núna og það er eitthvað sem að mér finnst eins og þeim hann hafa verið. Já, þeir fá allt í hendurnar, vappan og M4, en mér finnst bara eins og þeir búist ekki við því sjálfur. Þeir eru núna með fleiri menn og nú snýst þetta bara að fara allir saman frekar heldur en að gefa þeim 1v1, því að það er nákvæmlega sem að Dabbi vill eða fleiri en einn. Hann er multikill faktorinn hingað til. Rafli með mjög skítut anguleitna og deathkick ætti að falla, segi ég, en það er flikkað niður á höfuð og þá opnast A-sætið. Þetta lítur betur út fyrir Vega. Þeir eru að fara að sækja 5. rándið nema eitthvað kraftaverk gerist. Það tekur Vanker lágt niður þarna. Vanker fast tilbaka í kassana með 25 í líf en það eru 4 á 2 hérna. Það er þessi yfirtala sem er búið að vera svolítið sko þyrnir í síðu Vega og loksins er hún þeim í vil og kallið er að spara hjá Þórsurum og þá kannski kemur inn svona annað headline. Þórsarar er að spara þarna, þrátt fyrir samt að eiga alveg ágætist pening. Panda segir samt, ég ætla að halda efnahagspressunni hérna og reyna að finna einhverja fellur. Finnur eina en ekki meira heldur en það og ætti að sleppa hér að spara. Dabbi samt, fær Vírus, tekur vappan. Hann er ekki að spara hann af því að hann fellur þarna rétt svo. En ég held að þetta sé gott statement hjá Þórsurum þrátt fyrir að þeir tapa rándinu að Panda hann hengur þarna ennþá, sýnir þeim ennþá óvirðingu ef þú getur kallað það. Hann er að spara sitt vopn og þeir fara með gott kaup í næsta ránd eða nógu gott kaup sýnist mér. Já, og þeir líka að fara með 5 lotur, skilur við, þú veist, 5 lotur Vega inn í setjahálfleikinn. Það er bara, þú veist, það er bara mjög góður hálfleikur. Þú ert bara mjög sáttur við 6-5, eða 7-5 í hálfleik á T-hliðinni á núk, þannig að ég held að við séum alveg langt frá því að afskrifa Vega í þessari seríu, en... Já, ég held sem meira bara eitthvað hjá mér. Náttúrulega, þetta ekki bara Valorant spilari, sko. Nei, ég má segja þetta, ég á með honum þar, sko.
Deathkick samt sko, hann búinn að vera bara Ég veit þokkalega solid fyrir liðið sitt Algjörlega. og að koma með sterka endurkomu hérna í síðan Hann líka með hausinn á réttu stað, kemur ekkert, sko ég held að hann væri IGL-in upprunalega hjá Vega út af því að hann var mikið að sjá það ról í Valorant. Ekki það skiptir kannski öllu máli, en hann veit út á hvað þetta snýst og hefur mjög mikið verið svona, hann hálfgerður leiðtogi myndi ég segja svona ef maður að horfa á karakterinn í sér. Núna finnst mér við vera að horfa á eðlilegra ránd í keppnisleik. Já. Það bara mínúta eftir að klukkunni, en það enginn búinn að falla úr hvoru liði. Það ekki þannig að við erum ennþá með 1:30 og Vega í 3:05. Nei, akkurat. Ég vona að þetta sé byrjunin á comebacki hjá Vega upp á það að fá næstu möp. Það ekki að sé eitthvað bæjastina, en Deathkick finnur opnun og Sörk saman, klemma þeir saman AF. Þá Raflin næsti maður í þetta. Úr ventinu, upp á, nei, ennþá í stegunum og það ennþá smá offset þarna, næri ekki að tengja. Skotur beint, Peter núna 1:4. Svolítið erfitt fyrir hann þegar vírusin upp á þarna með vörnina. Herðu, geggjugrafík! Frábærlega gert, framleiðsla, gott klapp. Í miðju, þetta on the fly, sko. Já. Bara Sáðu þetta, Vanker eiga stjörnuleik fyrir liðið sitt þarna 117 ATR, 14-8 á honum. Hinum megin það Dabbi sem að leiða vagnin og við förum inn í seinni hálfleikinn, jafnir að leikum, jafnir að rándum 6-6. Þeir tóku tilbaka þessi 4 gunround og þetta góðs viti fyrir Vega. Já. Ég ennþá svolítið að horfa á sko, sama svona óstöðuleika kannski og þú og ég get alveg trúað að við séum að fara í framlengingu í þessum leik. Ég get alveg trúað líka. Ég langar að klára pisturóldi áður en ég gerir með fulla skoðun. En Vanker, hann með 2. Hann samt tekinn á endingu. Rex finnur samt 1 og það treytað fram og tilbaka 2-2 hérna. Á sama tíma Tony að droppa niður á B-bombsætið. Hann bara 1 eftir núna. Liðsfélagi hans búinn að falla og þá það 2-1 retake, Deathkick og Vírus. Og Vírus bara svingar téð og klárar þessa lotu. Vega. Ég fíla þetta, ég fíla hann píki, en þetta samt svo fyndið út af því að ef það væri hann sem hefði verið fallinn hana, þá var ég að segja allt annað hlut. Þannig að það stundum að gefa okkur slekk líka, við erum ekki alltaf að Nei, en ég meina, þú veist, hrósa á Vírus þarna, hann veit það að, þú veist, þetta einn af 2 sénsum sem þeir hafa alltaf að vinna rándið, að grípa hann þegar hann að hörfa aftur inn í single. Akkurat. Ef hann gerir það ekki, þá hann, hvort þið svo splittaður frá Deathkick, að þeir mun ekki ná bardaganum saman. Nei. Þannig að þetta meikar alveg sens. Hann á líka alveg efnaði að taka þennan long range bardaga, hann uspinn á móti glokkunni og hann getur alltaf að veðjað á 1 ding þannig sé sko. En þetta líka sýnir svolítið bara statement bara, ég ekki trættuð þig. Og það tekur líka athyglina yfir í téð, þú veist, gefur Deathkick tækifæri til að koma sér í bakið og svona. Stundum þarf það ekki að vera flókið, en eins og hér sjáum við mjög einfalt strat, það bara tekníu push inn á A, en það Vírus og Rex hérna tilbúinir og nú bara allir komnir í reinforcement hérna. Þeir einhvern veginn draga þetta tilbaka, Peter og Tony með sikkort fraggið out of nowhere. Nú Vanker einnan hlaupa hérna inn á sætinu og fær loksins 600 kallinn. Vanker spilaði XM baka Silo og fann samt multikill. Á hverju maðurinn? Hann 18-9 hérna í leik sem að liðið hans búinn að eiga erfitt uppdráttar og búinn að lenda oft í því að vera undir í liðsfjölda, í leikmannafjölda. Ég spáði ekki eins og í þessu. 18 kill og næstum ára eftir honum Vírus. Mér finnst eins og ég sé búinn að segja nafni hans oftar í þessu. Vírus með 8 sko. Þú veist, Vírus með 8. Bara, Vanker með samanlögð killin hjá Sörk, Rex og Vírus. Vírus impact. Hann með impact. Já, alveg. En strögið úti frá Sörk þarna. Góð tilraun, virkar samt ekki, en hann fær allt info í heiminum. Hann veit. Það heil haugur af Þórsurum þarna úti að ætla sér að komast niður. Vírus reynir eitthvað spam, smók, finnur það ekki. Vanker heldur áfram að láta XM-inn tala og búinn að finna Pandast. Hann fóð með þess að inn í lobbyið út frá þessu infóið sem að Vanker sótti þarna úti, eða Vírus afsakið. Hann fór inn út frá þessu infóið í lobbyið. Þar var bara 1 maður. Það var bara nákvæmlega spila út frá infóinu þarna og fær killið. Og Vírus, hann að nýta þetta info líka. Hann búinn að færa sig hérna niður til þess að taka á móti akkurat þessu pussi. Og sér það núna Peter með hoppandi haus! Ha!
Það bara, voru allir í liði Þetta Þórs að fá hann sér- hristir haus bara- skýta glóttan, hann veit náttúrulega hvað hann gerði. Voru allir að fá sér hérna einn greip Red Bull og eru með vangi hérna í þessum leik. Mér finnst það eitthvað að finnast það í heimi er að bara fylgjast með svipnum hans. Hann veit að þetta er mikilvægt, hann veit hvað hann gerði. Þetta litla glott er svo gott. Ég verð að sjá þessa klippu, takk fyrir því heima. Þannig að einhver að redda þessu. Hvað? Þetta var skítugt skot, maður. Og bara þetta skot bara brýtur vörnina. Ég sá hver hoppaði, en svo þegar ég kíkti á killfeedið og hugsaði ég er ekki að fara að lesa hans nafn. Af hverju er ég að lesa hans nafn? Var þetta ekki ein kúla líka eða eitthvað? Þetta var one tap. Vírus er eini maðurinn til varnar þarna. Hann er með advantage. Ég veit. Hann er að halda anglinu þar sem hann á að sjá hausinn fyrst og vera fyrstur til að bregðast við. Peter hoppar og one tapar hann. Við sjáum menn spila þessa stöðu og hoppa hana einmitt til þess að ekkert gerist. Ímynd sem þú ert að hitta, já, en sko það að hann hoppi til að sjá, er rugg. Dabbi er með 4K! Hann er að fara fjórða killi, hann er með molla líka í þessu, hvað er að gerast? 4 killbyttu, þetta þurrkaði allt í hennu veka út. Sko, Dabbi, hann bankaði $2,700 í killbónus í þessu rándi og bara hann einn og sér beilaði út bara allan efnaði henni á Þór. Þór eru í frábærum málum akkurat núna og Vega, eru kaup, en núna þurfa þeir að stoppa Þór. Þessi 2 ránd saman. Já. Bara, hvernig fer þetta með þig andlega ef þú ert í Vega-kampi núna? Tapar náttúrulega fyrra rándinu á þessu hoppandi one-tappi hjá Peter. Hann nefnilega, þeir tapar rándinu út frá því. Bara allan daginn. Og svo náttúrulega eru þeir spar og þeir reyna eitthvað lobbykrönt og þú veist, Dabbi les það vel og er með XM, þannig að þú veist, það er ekkert eitthvað geðbilað að hann hafi náð þessum killum, skilur við, þú veist, en það er náttúrulega stemming og klikkað, en þú veist, kemur ekkert óvart, þetta voru bara pislur, engin armór að hlaupa inn í hérna skústinn sem að er XM-in, sko. Og svo mollakill ofan að það bara... Af því að þeir eru að púsa í gegnum molla, þú veist. Jú, af vísu. Við þurfum ekkert að láta eins og þetta bara sé eitthvað, þú veist, undur stórmekki hafa aldrei gerst áður. En það að Dabbi kaupir XM inn í þetta ránd segir samt mikið bara rítið sem að Þórsar eru með og efnaðinum hjá Vega. Það að hann kastur þessum molla, búist við þessu playi, það er það sem er gott í þessu. Og sjáu XM-duelinn, vakkir hann tapar honum, þá er það Rex sem er hérna upp á og einhvern veginn er það Dabbi sem að finnur hann. Vírus búinn að svara með einum, en það er Tony stór biti til þess að fella þarna. En Vírus, hann er á vappanum og sjáu Dabbi með kústinn beint fyrir neðan heaven þarna og bomban fer niður. Þetta er bara eitthvað statement að þú ert að spila XM-in núna og þú ætla bara að entria með honum. Þetta er svo súrt fyrir Vegamenn núna. Hann er ekki að skrifa alveg út. Við erum ennþá 8-8 en 9. rándi er nokkuð líka fyrir Þórsara. Já, og ég meina, núna vil ég eiginlega bara Vega spara þetta. Dabbi er ennþá að gera skaða með Dabbi með 3K á móti Gunroundi sem terroristi á XM. Og við erum að horfa á að hann er með 9.600 í bankanum. Það var ekki tími fyrir þetta, ekkert kitt. Pandas vissi það ekki held ég, en breytir ekki því. Þeir fá rándið. Og já, Dabbi með nægan pening. Sko, ég hefði sagt, ok, allavega jákvæða fréttir hérna fyrir Vega í þessu rándi. Þeir feldu allavega með 1 leikmann hjá Þór, þeir eru að setja efnahagslegan þrýsting og allt það, nema að það er bara einhver varasjóður sem að heitir Dabbi. Hann er bara með varasjóð fyrir fjölskylduna. Mætti halda hann hafi bara verið formaði vaffer, sko. 24 kills á þessum manni. Og við vorum að... Þetta er nú meira ruglið. 24 fellur á Dabbi eftir 17 ránd hérna. 127 ADR. Þetta er ADR sem að maður, sko, mér finnst þess að maður var að tala í sko MR15 bara, en þú veist, þeir eru að stefna hátt upp núna, sko. Já, og líka, þú veist, þú horfir á Tony er á 97 ADR, Pandas er á 91 ADR. Þeir eru þarna 3 leikmenn liðsins, Þórs, Tony, Pandas og Dabbi sem eru bara með þetta á milli sín algjörlega að slaufa þessu. Á Vega hliðinni þá er það Rex sem er að lenda í smá vesinni í þessum leik.
39 ADR, Deathcake ekki langt fyrir ofan hann á 41 og Vank bara svolítið að keyra liðið sitt og halda liðinu sinni inn í þessum leik. Algjörlega. Og það í gangi og menn að ræða hvað næst í stöðunni. Ég held að Vega liggur mikið pressa á þeim núna. Já, sko, það rétt hjá það sem þú sagðir áðan með að Vega þeir líta alls ekkert það slæmt út en bara Þórsarar líta bara svo vel út. Já. Og ég trúi ekki að ég segja það þegar ég að horfa á mann haldandi á P90 og XM og það strauja með hana hérna inn. Þetta virðingarleysi á hæðsta leveli og hann fær 2 entry kills á þessu dabbi með 3. og þarna bara gulltryggt sætið. Já, þetta eru pislur en þetta bara statement. Já, það alltaf óþægilegt þegar að andstæðingarnir geta rifið fram fyrst eins og P90 og endlega 2 þó að það sé á móti pislum. Það samt ennþá bara 2 lotur í þessu og núna eru Vega komnir aftur á kaup. Þeir pikkuðu þetta mapp af ástæðu. Þeir jöfnuðu leika í fyrri hálfleik eftir að hafa fallið langt eftir á tiltölulega snemma. Þannig að ég vil ekki gera ráð fyrir því að Vega sé einhvern veginn dauður úr öllum æðum. Alls ekki. Ég ennþá á því að þessi leikur fari í framlengingu. Vega á inni núna 1 gott run á móti Þórsurum. Sérstaklega með aggressjónið í yfirdrifi hjá Þór. Það bara að Vega þurfa að átta sig á því að þetta stíllinn sem Þór að spila akkurat núna. Þeir ætla að vera viðstöðulausir, svona þokkalega. Þegar þeir poppa þá eru þeir ekki að fara að hætta og þeir þurfa bara einfallega að geta brugðist við því. Vrex þarna finnur Pandas en Tony fylgir eftir og þá kemur plantið niður. Peter spilar beint undir Heaven, Dabbi fyrir utan gula. Sörk akkurat núna fastur ofan í ventinu og núna Deathcake að komast að því hvar Peter stattur og þetta ætti bara að vera spar. Það Vappi og M4, þetta 2 á 4 retake inn á A-sætið. Gæti orðið gerlegt núna en þeir ætla ekki einu svona að reyna. Það bara núna tíminn til þess að vera skynsamur. Þeir meiga ekki við einhverjum fleiri sparrándum. Þór eru komnir í 11 ránd eftir þennan sigur. Japp, og já, það rétt, þeir verða að fara með þessa byssur og þeir líka bara verða að ná að spara þetta sem þeir muni gera. Þórsarar ætla að sýna þeim virðingu og þeir geta þakka fyrir það að fá að minnstakosti einhverja byssur í næsta helming en eins og þú segir þá þetta 11. rándið og það styttist í mapp og matchpoint fyrir Þórsara ef að þeir komast þangað. Þannig að það ekki langt í framlengingu en það gæti liðið eins og þessi svolítið langt. Já, það eru núna ekkert rými til þess að gera mistök ef þú ert Vega. Og það eiginlega áhyggjurnar mínar frá Vega af því að ég ætla ekki að kalla þetta mistök en svona óhefni hvað vilt kalla Þórsarar þeir eru bara nýjastæðum og bara gera það rétt. Pandas ennþá með P90 í þessu leik þannig að ég búist við einhverju öflugu hjá honum. Hann komin hérna út framalega aftur sama sagan á áðan og það Vrex sem að mun fá hann í andliti fyrst en einhvern veginn Vangar til bjargar rétt svo þarna heldur honum lifandi en þeir eru með infóð á hann reyna þetta aggression en í þetta skipti náður að stöðva það. Já og það ennbla málið, þú veist, Vega geta alveg stoppað þetta, þeir geta það bara ekki þegar þetta kemur þeim á óvart. Og núna Pandas var hann að gera þetta í 3. rándi í röð og þá bara hefur ekki efnaði að það komið á óvart 3. rándi í röð. Nei, en mér finnst magna að náum mér sér með þessum skada sem við sjáum. Deathcake og Vírus, lokar rampinum hann að splitta það saman og meira sér bara bakka. Nú sér Vírus hellið og Deathcake sér B-sæti og þetta það sem maður býstu að sjá hjá vörninni að bakka, ekki akkurat láta lokað í þessari klemmu sem voru búin að nefna enn og aftur. Bara klassist Vega í þessari seríu hefði verið að eftir þeir fengu þessar 2 fellur að þá fóru Vírus og Deathcake og svinguðu aftur og reyndu að loka rándinu. Þeir hefðu þá fallið báðir og allt í einu væru við í 2 á 3 rándi sem að væri vinnalegt fyrir Þór. Núna eru þeir að gera þetta vel. Núna eru að gera þetta, þú veist, eins og ég vil meina að þú þurfir að spila á móti þessu Þórsliði akkurat núna. Ég held það líka og líka sér það bara Tony, já þeir vita að það Vappi þarna en þeir þurfa að finna hvar hann Hann komin nýtt angul og það þýðir að Tony þarf að svinga í línun hans eitthvað staðar eða fara þar sem að þeir búast við þeim. Deathcake þar tilbúinn og það var hann frá byrjun, bakka þarna og það klappa bakvið og enda var þetta rétt ákvörðun frá byrjun til enda. Vega sækja 9. rándi, já, arguably flottasta rándi hjá þeim ef við horfum á að Þórsarar voru með hálfgert advantage, byrjaði þarna vel en svo bara stopp. Já og bara þú veist, og þarna bara þetta það sem maður býst við frá Vega. Ég hefði búist við að sjá meira af þessu bara framan af í hálfleiknum.
en þeir fengu bara ekki sénsinn af því að þeir voru bara að tapa þessum initial fightum. Það er svona svolítið eins og bara hvernig fyrir þetta ráðum ef að Deathcake og Vírus eru bara wonderfight, skiljum. Já. Þá bara vinnur Þór. Já. Og það er svolítið búið að vera málið. Sörk þarna finnur Pandas, Tony svarar, það er 4 á 4 akkurat núna. Vrex virðist vita af einhverjum inn í Squeaky. En þannig kemur þetta akkurat. Fá infóið, henda stöffi, bakka, tefja. Vrex tekin að dabba, þannig að dabbi er bara á einhverju öðru level akkurat núna. Það er eins og það sé ekki hægt að vinna fight á móti þessum manni og þá er kallið að fara upp en það er Vanger til varnar. Hann er búinn að vera allt í öllu fyrir liðið sitt hingað til. Getur hann gert meira? Hann er búinn að taka einn niður og búinn að gera hina lága. Sér dabbi, hittir hann þar líka. Settur í erfiða stöðu samt hérna með mollanum í heaven. Vírus kominn í hellið líka. Er með flash fyrir Vanger, kastar því. Vanger ætlar að píka með því, finnur Peter þarna og þrátt fyrir það að þetta hafi verið trade þá var þetta vissulega gott. Það eru 2 leikmenn eftir fyrir Þór og þeir eru báðir lágir. Mjög gerlegt hér. Sérstaklega sem að bomban er bara nýfarin niður og báðir menn eins og segir lágir. Vírus, það eina sem er kannski vont fyrir hann er með vitlausa byssustöðu segi ég, en þetta hefði ekki verið kill, hefði það ekki verið vappin. Þannig að Deathcake sér að finna kannski hinn. Dabbi er búinn að gefa upp sína stöðu, Deathcake lappar nálægt en það þarf ekki til. Vírus er kominn á M4-in og tryggir þeim hérna geggjuð opnun hjá honum. Þetta þurfti hann að hitta. Já. Og ætti að vera allir á kaupi hérna í næsta, 6 og 7 á Vírus, 7 og 5 á Deathcake, þeir geta droppað ef einhver þarf, sýnist flestir samt geta keypt sér vopn. Þó við sjáum örugglega droppin koma hérna til þess að allir geta verið með fullt belti. Og 11-10 er staðan og það er nóga pening ennþá hérna á Þórsurum. Ég held að þeir geti keypt sirka út, eru vissulega í vesinni núna ef þeir tapa 2 í röð. Þannig að það er séns fyrir Vega að klára þetta hérna í 13-11 og vera að mæta Þórsurum í spari í síðasta rándinu í leiknum. Þannig að mikilvægt ránd, við sagt áður, en áfram halda það að vera mikilvæg ránd hérna fyrir Vega. Og það er bara einn svona curveball ránd frá Þórsunum sem þeir hafa verið duglegir að gera. Vírus hérna og geðveikt skot, Sörk með 2 spreyjandi niður líka. Þetta var mjög snemmt ákveðið hérna á Þórsunum að reyna að fara bara allir niður, en í þetta skipti voru Vega tilbúnir og þeir eru búnir að jafna þetta. Peter, hann eiginlega getur ekkert gert, hvað þá með þetta vopn. Hann meira sem neyðist bara til að spara það út frá því að peningurinn er ekkert rosalega sterkur hjá Þórsunum í kjölfarið. Nei, ef hann sparar þá eru þeir alveg gulltryggðir með kaup hérna í næstu lótu. Sérðu þetta, sérðu hvað þeir eru að gera. Þeir vita hvað er í stöðunni núna, þeir munu reyna á þetta og þarna hann Peter fær 1 kill en þetta þýðir að þeir munu reyna á að nú mega Vega ekki vera ósnöggir á sér. Ég fíla ennþá þeir reyni að hönda hann en ég held þeir ættu samt bara að spá í sér sjálfum núna og það verði svona hálfgert gentleman's agreement. Við verðum þig, þú gefur okkur rándið. Ekkert vesen, Peter hefur gert þetta áður en kannski ekki vopnið sem hann er vanur að gera það með. Nei, en það hann fær 2 þarna er mjög stórt. Við sjáum það að peningurinn heldur ekki frábær Vegamegin og ég held að kallið hafi verið strákar, reynum að hönda hann, við megum missa 2. Við megum ekki missa meira. Af því að ef þú ferð að missa til dæmis Vírus, vappin fyrir höndunum þá er ekki hægt að kaupa þennan vappa aftur í næsta rándi. Akkurat núna þá getur Sörk keypt, Deathcake getur keypt. Það væri vesen ef að Vrex myndi til dæmis falla því að hann getur ekki keypt í næsta rándi. Þeir ætla að reyna á þetta. Ég hata það ekki út af því að þeir eru búin að láta hann halda að hann sé með öryggið. Nú er hann tekinn út og ég heyri gólið hérna í gegn. Þeir hafa verið sáttir með þetta. Ok, in hindsight, geggjað. Þeir ná að refsa vappanum þarna. Þeir taka meira sem með yfir, er það rétt hjá mér? Nei, Vírus var með hann. Vírus var með vappa, þannig að þeir ætla ekki að vera á 2 vöppum. Nei, alls ekki. Það er ekki búið að spilast vel fyrir þá, eða eru ekki búin að prófa það hingað til, en ég held að ég sé ekki með annan vappa í liðinu. Allir aðrir eru rifflar. Peter er komin á sitt signature vopn, Scoutinn, en allir aðrir með AK og Headarmore vantar samt allt á beltið hjá Dabbi. Þannig að núna verða byssurnar að láta til sín taka hér Þórsmegin. 11-11, allt í járnum hér. Þórsarar 2 lótum frá því að vinna vormátt ljósleiðarans Vega, 2 rándum frá því að setja okkur í map 4. Sennilega mikilvægasta rándið núna fyrir bæði lið að snýttum að vera, já, öflugir, líka halda hausnum uppi, Serkarna með geðveika kúlu í gegnum og gefið þeim bara advantage, taka út einn af sterkari leikmönnum hjá Þórsurum og þeir eiga advantage núna, spila þeir það rétt
eru Þórsarar með besta svari við þessu? Hvað er næst í dagskráni hjá Þór? Þeir eru allir niðri og það getur bara verið rétt að kólið. Já, þeir eru 3 niðri, 1 á Rauðagám, fastur þar. Deathcake er á neðra bómsætinu til varnar og mun fá allar upplýsingar og núna þarf að vera yfirvegun yfir veka. Þegar að Deathcake kemst að því að þeir eru niðri, þá þarf hann að bíða eftir liðinu sinni, hann þarf að kaupa tíma. Núna ætti rotatið að fara af stað. Og Deathcake, hann er að spila þarna anti-blastið, hann er að fara að taka á móti þeim, hann nær engum, Pandas og Peter finna sikkot og allt í hennu komið að yfirtala hérna fyrir Þór. Dabbe líka með vírus og þá eru það 2 á 4 í rítekinu hérna inn á B-sætið. Panda svingar á kontaktinu, finnur Rex, þá er það Vanker. Stjarnan hér í liði veka, 1 á 3. Það er ekki nóg. 3 á móti 5. Þetta er bara, aftur, þeir eru 3 að hoppa út úr gluggaðana. Já. Og Deathcake er í one and done stöðu sem eina vörn. Já. Hann verður að vera bak við Silo þarna. Eiginlega. Hann bara verður að vera bak við Silo og verður að lifa. Hann verður að taka eitthvað stöf, hann verður að taka einhvern fókus af því leið og hann er fallinn og þeir eiga sætin, hvert horfa þeir næst? Þeir horfa á rampin. Þeir eru með alla angles covered eftir að Deathcake fer. Þetta var hann að reyna kannski bara mikið eiginlega að vera í þessari stöðu, reyna að hendi eitthvað spraydown. Fremsti maður stekkur úr þessari predictable línu og hann er bara að sjá að halda krossunum á sig sem svínvirka því að maður nummer 2 er í hann. Vírus geigar! Ó nei, má ekki við núna, þið þurfa að hitta hverju einasta tækifæri og þetta er aftur á svo sæðir. Mistök mega ekki gerast ef við ætlum að fara í framlengingu. Púlsinn hjá Veka hlýtur að vera í hæstu hæðum akkurat núna. Þórsarar eru einni lotu hérna frá og það er Deathcake. Það er Valorant spilarinn sem er að taka á móti þeim. Pandas er búinn að opna þetta og þeir eru komni með B-bombslætin. Allir aðrir eru upp á A nema Vanker. Vanker er búinn að vera risastór þar sem það er þessum leik. Getur hann gert meira? Nei, Pandas er komin of djúpt í línuna til þess að hann búist við honum. Og þá eru það Mollar og Stöff sem er að rigna hér hægri vinstri frá Þórsurum. Þeir eru að loka þessum leik, þeir eru að loka þessum móti akkurat núna ef að þeir geta siglt þessu rándi heim. Sörk, Rex og Vírus ætla að reyna að banna þeim það. En já, það er eitthvað sem að Þórsarar munu hafa hvað að segja hér. Bomban heldur áfram að tikka, Pandas er fallinn. Og þá kemur playið í gegnum smoke. Peter er þar til varnar, þeir fóru fram hjá honum. En þeir finna ekki mannin í Dark. Hann er ennþá á lífi og Þór vinna vormót ljósleiðarnas hér 3-0 í seríun á móti Veka. Þvílík frammistaða. Og þrátt fyrir góða takta inn á milli frá Veka, þá var tilfinningin einhvern veginn eins og Þór væru allt í öllu inn á server. Og við sjáum hér fagnaðarlætin hjá Þórsurum, annar titill á leiðinni norður. Þór sigra vormót ljósleiðarnas 2025. Við fengum því miður ekki að sjá Veka sem við erum búin að sjá í öllu mótinu hingað til, en þeir mættu samt sem áður til leiks, en ekki nóg. Þórsarar voru bara allt og sterkir fyrir þá í kvöld. Já, það er bara þannig. Þór spilaði næstum því óaðfinnanlega fyrir það sem þeir voru að gera. Já. Ég er alveg viss það að það eru einhverjir CS puritanar þarna úti sem að væri að segja já, ok, Þór hefði átt að vera að stöffa meir í línutnar og ætti að vera með fastari leikkerfi eða eitthvað svoleiðis, en þeir bara þurftu það ekki. Þeir spiluðu til styrkleika sinna, þeir bjuggu til þetta kaosin á servernum og þeir drektu Veka í þessu kaos. Það er nefnilega það sem ég sá, ef þú horfir á alla leikmenn á borðinu hjá bara inn á server, að Þórsarar eru með of marga leikmenn sem að geta bara búið til ránd sjálfur. Bara segi nöfnin, Pandas, Rafli, Tony, Peter. Þetta er bara Dabbi maður sem að ég held ég myndi lokaði núk. Ég held ég þurfti ekki að segja nafnið. Já, nákvæmlega, eiginlega bara það er ekki að hann fái rándið með þessum shotgun killum. Það er bara statementið sem að kemur að þetta gjörsamlega tekur alla orku. Hann var með 8 fellur held ég á X-minu, allavega 6. Í röð. 2 3K, þar að vera með 3K á móti gunrándi. Þetta er algjörlega sturlað. Þetta er svona hlutur sem á ekki að gerast í CS á þessu leveli, en einhvern veginn fær hann að komast upp með það og ástæðan fyrir að kemast upp með það er út af þessu kaosi sem þeir búa til. Það er allt að fljúa, það er endalaust að stöffi, þeir eru að spretta út, hoppandi upp og niður. Maður veit aldrei hvert maður á að horfa, hvernig maður á að díla við þá.
það eina sem að þú getur gengið að vísu það á meðan þú ert eitthvað að reyna að trakka pandas sem að valhoppa bak við silo eða eitthvað, að þá Dabbi, Tony, Peter eða Ralli með aðra línu á þig og þú ert fallin. Þetta er bara allt og hættulegt og horfir á bara yfir allt borðið eins og ég segi. Vega þeir voru með ógeðslega sterkari leikmenn, ég ætla ekki að taka neitt af þeim, en bara þetta leit út fyrir að vera of hættulegt ef það varst að fara á móti Þórsurum í úrslitin. Já, og talandi Þórsara, þá eru þeir komnir hérna inn í stúdíó hjá okkur og bjóða á endilega velkomna hér inn í settið. Mikrofónin held ég ekki í gangi akkur núna, fáum hann í gang, en hann komin í gang. Herri, strákar, Þórsarar, innilega til hamingju. Þetta var þvílík frammistaða, yfirbúra frammistaða, 3-0 sería. Fóru það eins og þið byggust við? Heldur betur. Takk á mæknum, við þurfum að kveikja á honum. Hanna. Nei, upp. Hanna. Halló. Opin. Þetta fór heldur betur eins og við vorum að búast við. Já. Já, örlítið léttara. Örlítið léttara en þið byggust við. Já. Það var ekki Vega liðið sem þið byggust við sem mættir á Sörri í dag eða hvað? Sko, þú veist, þeir unnu Dusty og bleikamerki og það er ógeðslega töff, en Dusty eru greinilega bara það lélegir, sko. Það verður bara að segja, sko, topp 8, sko. Ég fíla það, sko, Trastoki klárast ekkert þó að serið þessi búinn, sko. Núna langar mig aðeins hérna, að Dabbi fái mækinn, af því að ég vil aðeins tala þetta performance á Nuke. Ég held að ég hafi ekki séð mann taka back-to-back 3K á XM á móti sko gunroundum bara áður. 4K í fyrra á móti Pislum. Hvað var í gangi? Ég er búinn að læra Rín á átasökunni og búinn að vera bara harður á henni alltaf og elska þessa byssu og Eyþór að reyna að spila mánu mót okkur. Það gengur ekki, ég er búinn að vera að spila með Rín svona lengi, sko. Nei, Rín náttúrulega orginal XM hundur landsins, parkeraður fyrir utan B-tunnels. Algjörlega, sko. Bara búinn að góða mentor og bara tökum hann bara hagsbissa, eiti bara más einn og springja bara fyrir fram að þið, sko. Já, þetta samt, sko, þetta hlýtur að fara í sögubækurnar, sko, að vinna dúel hérna á móti Vappa, sko, á XM, á meira heldur en 2 metra færi, sko. Það bara eitthvað sem á ekki að sjást. Núna með þið velja hver svara þessari spurningu, en í gegnum alla seríuna þá fannst mér, sko, vera að gerast rosalega mikið. Það virtist einhvern veginn vera að alltaf þegar Vega svinguði ykkur, þá voru þeir tilbúnir í fætana og bara þeir voru að vinna rosalega marga fæta. Þegar þið svinguði þá voru þeir ekki tilbúnir. Voru þetta einhverjar ákveðnar tímasetningar sem þið voruð að vinna með eða spilaði þetta bara með ykkur hérna í kvöld? Þetta voru bara réttu tímasetningarnar hjá okkur. Já, það er hárrétt. Voru ekki köll á bak við þetta, var þetta þið voru bara að spila ykkar leik og það bara fittaði akkurat í gegnum alla glufurnar hjá Vega? Þetta er bara spurning að vinna með info sem það hefur og svinga á því með confidence, sko. Þetta þurfum ekki að flækja hann töluleik, sko. Talandi confidence, ég verð að fá stökkunni með eina spurningu. Við sáum hoppandi skotið þitt. Það sást á kameru og það sem að mér fannst eiginlega fyndast að sjá er hvað þið voru samt ennþá með hausinn á réttu stað. Eina sem við sáum frá þér var þetta litla bros, þú vissi hvað þú gerðir, en þú varst ennþá með hausinn á réttu stað, bara strákar, rándi klárast. Ef eitthvað er þá leið mér bara illa fyrir hönd Magna. Er það ekki? Góðu félagi, það var vont að gera þetta. Þetta var skítur. En síðastu er bara svona leikur, skilur. Bara skítur, sko. Já, og ég meina, en þetta bara vann rándið. Ég meina, þú veist, Vírus er þarna í góðri stöðu til þess að taka á móti ykkur. Þetta bara one tap, þetta var ógeðslegt. Já. Það er spennandi að sjá hvað það segja það. Já, og svo bara bing. En þú veist, þetta gerist í rauninni líka, sko, þú talaður mökkuna í Ancient, það eru 2 jump kills sem að sko loka bara lotu áður en hún liggur við hefst fyrir ykkur. Er þetta eitthvað sem þið eru bara svona almennt búin að vinna með? Er þetta eitthvað sem fólk er almennt ekki búið að fatta meira hægt í CS2 heldur en annað? Ég sá að þið áttu líka nokkuð tökka Dust 2 með því að hoppa inn á A-sætin og taka fólk þar. Þetta er bara hlutir sem þú reynir meira í full confidence leik, þar sem þú veist bara að þú átt af allt yfir hitlið, skilur. Þú reynir bara bullshit og það virkar oftar aldrei en í CSGO í þessum leik, sko. Já. Það er bara eins og það er. Ok, það er bara þannig. Tony, að heyra aðeins frá þér líka, þú varst, myndi ég segja, bara sjúklega stöðugur í gegnum allan leikinn. Það var einhvern veginn, ég var að segja þetta, svona meðan að sko Pandas var valhoppandi bak við Silo með P90, að þá var einhvern veginn alltaf þegar þú varst að reyna að trakka Pandas hlaupandi framhjá þér, að þá var Tony einhvers staðar til hliðar með línu á hausina þér. Hvernig fittar þú inn í þetta lið og hvernig finnst þið framistæðinni þín að hafa verið í þessari seríu? Já, ég var bara nokkuð stöður. Við þurfum ekki stjórnuleikmenn í þetta lið, sko. Við erum með Íder,
Anders og sáum Dabba. Þannig ég reynir bara að gera rétta hlutin, vera fyrir aftan það og bara vera kletturinn, ná mínu. Já. 1 kill, 2 kill, það alveg nóg. Meiri nóg með að við skortborti sem við vorum að horfa á hérna. Þetta var svolítið sko, já, þú og Dabbi voru svolítið í sérflokki allavega í síðasta mappinu en stöðasti leikmaður sem ég séð bara á Íslandi hérna. Fæ ég eina spurningu á Rafli hérna undir lokin. Rafli, núna varst þú á vappanum, þú ert góð til vappin hérna. Það var ekki mjög mikið að vappa dúlum á milli þín og vírusar í þessum leik. Hvernig fannst þér þú geta haft áhrif á þessa seríu með vappan í þetta skipti? Ég nú spilaði bara ekkert vappa mikið, nema í Dust. Annars var ég ekkert að vappa, ég var bara á rifli. Já. Hann er bara glataður í þessu leik og það er umlega leiðilegt að spila hann. Og svo náttúrulega, rondin voru eiginlega bara klárast, skilur. Ég var að kasta smókum, flössum, mollum og svo var þetta bara búið, skilur. Já. Þetta var ekkert flókið fyrir okkur, þannig það var ekkert mikið fyrir mitt að gera. Ég skil þig. Herðu, við ætlum ekki að hafa þetta lengra, ég ætla að fara að hleypa ykkur í fagnið hérna, þannig að Siggi, þú mátt afhenda þeim þennan frábæra bikar gerður úr alíslensku basalti, en til hamingju strákar með sigurinn meistarar hér í vormóti Ljósleiðarans 2025. Já, það er bara klappið sko. Allir. Þetta er geggjað. Þetta er algjörlega frábært. En við ætlum ekki að hafa þetta mikið lengra hérna í útsendingunni. Það er bara komið tími til þess að fara og fagna held ég með öllu þeim sem eru hér á staðnum. Ef þið mættið ekki niður í arena þá mistu þið svo sannarlega af. En fyrir hönd Sigga Steypu, framleiðsluteymisins Rísi, Ljósleiðarans, Lenovo, Red Bull, þá þökkum við kærlega fyrir vormót Ljósleiðarans og kveðjum héðan úr arena þangað til næst. Sjáumst. Peace! Herði, ég glimti með MVP-inu.